Sæl og verið velkomin að tækjunum. Góða kvöldi. Það þetta desember sem gengin í garð. Já. Og við erum með þátt sem við erum að minnsta kosti búin að bíða lengi eftir og spenntir. Já, ég búin að reyna við þennan í mörg ár, sko. Fyrir þá sem eru búin að íta á þáttu þá vitaði vantarlega hvernig átt við, en áður við komum að gesti kvöldsins það kaldi. Já. Þegar í desember jú kalt. Og þá ofta sem áður gott að grípa kalda litlu jól. Ég sagði við gestin, bæði við kalda litlu jól varist eftirlíkingar. Ég sagði við gestin, ekki koma bíl, þú verður að smakka kalda. Já, jólandinn, hann einhvern veginn, tókst að fanga hann. Ég sjálfur kalda 0. Út í Það núllanum. minn uppáhalds og svo það voltarnir og smáriki. Við komum betur á þeim á eftir því að við erum með hlaðinn þátt. Heldur betur, það ekki um einhver 44 ár sem við þurfum að kofera einn í kvöld. Gestur okkar Ólafur Jóhannesson, einn allra besti knattspyrnuþjálfari í sögu okkar Íslendinga. Og ég kannski leyfum Sigurbirni Hreiðarssyni í orðið. Já, í formálunum bókinni. Óli sannkallaður risi í íslenskum fótbolta. Bæði það kemur að því sem hann hefur afrekað og svo hvernig karakter hann Hann hefur upplifað allt, unnið alla titla, fallið, farið upp, þjálfað í flestum deildum, marga af bestu leikmönnum landsins, stýrt liðinu, spilaði sjálfur lengi og gekk í gegnum allt sem leikmaður. Hann sá sem ákvað stærstan þátt í að FH var þetta fótboltastórveldi sem var á þessari öld þegar hann gerði FH að meistur 3 ár í röð og kom Val svo aftur og réttabraut með 2 Íslandsmeistaratitlum í röð. Og ef þið kæru hlustundur hafa ekki enn fundið jólagjöfuna og verið að leita góðri bók, þá viljum við mæla eindreið með Óli Jó, fótboltasaga. Það sem að taka til mynd, þá var Birkir að listinni þarna, skrifið af Ingvari Þór Sæmundssoni af einstakri list. Ingvar Þór Sæmundssoni, já. Já, fyrirgeðu. Mjög vel skrifið bók. Já, sko, Óli, vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það. Þetta var góð ramsa hjá þér. Já, takk Sigurbjörn fyrir formálan. Og sem sopa kalda eftir þetta. Hvernig liggur á þér, Óli? Það liggur bara ljómandi vel á mér. Ég bara kátur, það komið desember, stutt í jólin og... Já, sko, ég bý í þeirri trú að þú sért af þeim elsta gamla skólanum. Þú hlustar á hlaðvarp? Heyrðu, ég hef aldrei hlust á hlaðvarp. Ég trúi því. Ef ég á það reyðilegur. En ég les nú allar íþróttafréttir og allar íþróttir. Já. En ég hef aldrei hlust á hlaðvarp. Já, vorum eitthvað aðeins að tala fyrir þátt að eftir að ferliðinu lauk sem þjálfari, þú ert bara búin að vera meira og minna á tenni og Spáni eða eitthvað? Heyrðu, ég hættur að vinna, held ég. Já. Og ég hef verið á Spáni svona 4, 5, 6 mánuði ári, núna síðustu 2 ár. Hvernig hefur gólfið gengið? Það hefur gengið bara ljómandi og það bara, ég nú fyrst og fremst að leita bara betra veðri og róa næðu og svona, þetta er bara, þetta geggja líf. Já, líka hvert fólk að taka hana þátt í mynda því að hann eldast þegar svo gott rauðvin hérna. Já, glæsilegur, það það. Kapalpeysu, alltaf verið mikið fyrir það. Við kannski förum í eina stutta frétt, við erum ekki með frétt í vikunni í dag. Nei. Það sem að þetta er drekklaðið þáttur, en mér langa að fara yfir þessa frétt. Þorlákur Árnason hættur hjá IBVF og þá kemur í ljós að Láki ákveður að hætta það sem að leikmaður í liðinu átti að vera framkvæmdastjóri liðsins og yfirmaður Láka á einhvern veginn á sama tíma og hann spilaði. Sko, byrjum bara því, Óli, myndið þú sættaði þetta að leikmaður í liðinu gerður að framkvæmdastjóra þetta? Sko, þessi frétt náttúrulega kemur mjög óvart, ég mjög hissa á henni. Já. Og ég líka hissa á Láka og IBVF. Já. Ég held að sko, svona mál væri hægt að leysa. Mér finnst það svona, eða ég held að hljóta hægt að leysa svona mál. Þess að sko, Láki náttúrulega náði stórkostlegum árangri í IBVF fyrra og ég vil meina að hann hafi verið einn af þjálfurum ársins á Íslandi fyrra. Klart. Með þann árangur sem hann náði með IBVF. Þannig ég er mjög hissa á Vestmannaeyingunum að láta svona litla þúfu nánast velta því að hann hætti og ég líka hissa á honum. Já. Þannig ég kaupi það ekki alveg að þetta sé ástæðan. Ég held að hljóta að vera eitthvað meira en þetta. Já, eitthvað meira sem byrja baki. Það hlýtur, ég trúi ekki öðru. Menn, eins og þú segir, menn hljóta hafa geta leyst þessi mál. Þú veist, einhvern veginn að hann væri ekki beinn yfirmaðurinn að segja eitthvað slíkt, en auðvitað skrítið. Þú hefði líklega ekki sagt að við hafa leikmann í liðinu sem væri yfirmaðurinn.
Nei, það er náttúrulega þannig í þessum fótbolta, þú ert bara best fannst mér alltaf því ég var bara í sambandi við einn yfirmann. Það var alltaf þægilegt, þá þurftur ekki að vera, ef þú vildi gera þetta, þú þurftur bara að tala við hann, engan annan, og hann græjaði bara hlutina og það var ekkert vesinn með það. En auðvitað má það ekki vera leikmaður. Nei. Ég er sammála því, en Láki hefði getað að tala við formannin eða það lítur einhver lausn á svona lög, ég trúi ekki öðru. Nei, sammála því. Láki til hamingju með frábæran árangur, við tilnefndum vanilega bara sem þjálfari ársins í fyrra, sko, já, í sumar, hann stóð sig það vel. Eitt í viðbót, þinn ástskæri klúbbur Valur kom með frétt í morgun að þeir eru fannir í samstarfi við sænskt fyrirtæki, skýr áhersla á langtíma hugsun. Ég ætla aðeins að lesa hérna úr fréttinni. Stjórn fótboltadeildar Vals hélt í vikunni opinn félagsfund þar sem fjallað var stefnumótun deildarinnar, framtíðarsýn og þróun fótboltans. Þar skýr áhersla á langtíma hugsun fremur en skammtíma hagsmuni, öfluga uppbyggingu yngri flokka og að fleiri uppaldir og ungi leikmenn riði sér til rúms í meistaraflokkum félagsins án þess þó að gefa afslátt á árangri. Sjáum við þetta á hvaða vegferð Valur búið að láta Aron Jó fara þá að yngja upp, sko, Dóri Árna var nú hjá okkur á dögunum, hann vissi ekki hvað þetta sænska fyrirtæki Goal Unit var sem eitthvað tröllur í öllu núna. Erum við þá að tala að því Heimir til dæmis voru ekki með langtíma hugsun að baki eða gamlu þjálfarar Vals? Nei, eru Svíjar eitthvað framlega í fótbolta? Nei, ekki síðast þeir tjekkaði. Er þeir að gera eitthvað stórkostlega hluta? Ég þekki það bara ekki, en það hlýtur að vera fyrst að menn velja einhverja sænskali. Ég veit að það var þjálfari kallaður á fund í fyrra, held ég hefði verið, af forráðamann síns félags og hún var tilkynnt að það ætti að fara að þjálfa eftir sænsku liðinni. Já, sænska liðin. Já, og hann sagði, já, hvaða liði er það? Og þá fóru forráðamann félags að útskýra það fyrir honum. Ok. Ég held nú bara hver þjálfari eftir sínu höfði, ég held að sé ekki að ég veit ekki hvað þetta þýðir, ég verður bara að segja það ef einhver aðrir ætla að fara að segja mig hvernig ég á að þjálfa það getur ekki verið hvað ætla að gera á lendir í vesinn, ætla að þá ringi einhvern sænska forritara. Ég meina þetta er náttúrulega bara og fara að eyða einhverjum peningum í það að láta einhverja Svía segja hvernig þú átt að spila fótbolta eða hvernig þú átt að æfa, ég get ekki ímynda mér að það sé gáfulegt. Nei. Eða er þetta vill að segja mig kannski? Nei, ég held að sammála þér. Ég held að við verum ansið mikið sammálaðir inn í kvöld, sko. Mér heyrist það. Og grunaði það svo sem. Við ætlum að vinda okkur að bókinni sjálfri. Óli og fótboltasaga. Og svo umfjöllin sjálfsög í boði Smáríkisins. Já. Ódýrasta ríkið. Langódýrasta ríkið. Alla veru ódýrar en í ÁTVR. Hraðar heimsendingar til miðnættis helgar og sótt. Takk fyrir það. Fellsmúli, Hraunbær, Miðhraun og Bæjarlind. En að bókinni, óskuður auðvitað innanlega til hamingju. Hvernig leist þér á að gera upp ferilinn þegar það haft samband við því þarna og þurftur að hugsa þér ekki? Já, sko, það var nú ákveðið maður sem hringdi í mig og spurði mig, ég var nú stattur út á Tenerife þá, ég held að vera í janúar í fyrra. Og sagði mér það að það væri ákveðin blaðamaður og nefndi nafni hans, það var Yngvi sem vildi skrifa með bók og hvað segir þú fær svoleiðis símtal? Ég náttúrulega bara kváði og endaði með því ég sagði við hann að ég get ekki sagt já eða hann, ég get ekki sagt nei heldur ég verð að vita hvað hann er að tala og hvað hann sé að hugsa og svona við rættum það aðeins og svona já og endaði með því ég sagði við hann heyrðu ég fer að sofa í kvöld og ég ger á fyrir að þú færi líka að sofa. Svo vöknum við á morgun og þetta samtal fór aldrei fram. Við gleymum þessu bara. En hann sagði bara nei, það er ekki svoleiðis. Hann ætlar að gera þetta. Og þá rættum við þetta aðeins betur og ég sagði, já, ég kem heim í júní og hann getur haft sambandið með þá. Þá skal ég vera búin að hugsa þetta eins og ég gaf honum eiginlega svona það að ég væri jafnvel til í þetta. Okay. Eftir hann hafði skýrt út fyrir mig. Svo kom ég heim og svo kom ég held ég 20. júní og ég var ekki eins og hugsa þetta. Þá var bara bankað og nú er ég kominn. Þannig ég var bara ánægð með það. Ég er ánægð með þessa bók og þetta var svona skemmtilegt ferli. Já, mér langar að spyrja þig, hvernig var ferlið eftir að bankar upp á hér og þú ákveður að kýla á þetta? Það var nú, vildi hún þannig til að mamma mín, hún hafði
klippt allt út úr blöðum og annað sem kom mig og límta inn í bækur. Þannig ég átti nokkuð margar bækur með öllum upplýsingum og leikjum mig og þjálfarastörf og annað. Þannig að ég lét hann hafa það til dæmis. Og ég lét hann hafa, ég hafði, í gamla daga það var nú ekki ég var nú ekki með eitthvað PowerShow, hvað heitir þetta? PowerPoint, já. PowerPoint ég var með fundi fyrir leiki, ég var nú bara með stílabók sem ég skrifa allt í og lasi upp úr henni nánast og ég átti marga stílabækur og leta hann hafa þær, hann mátti lesa þær fram og tilbaka ef vildi og byrta jafnvel úr þeim einhverja myndir en ég veit ekki hvort að gera það því ég er nú ekki búin að fara alveg yfir bókina. Nei. Þannig að, og svo bara hittust við reglulega og spjalluðum um mig og mína og Ertu búin að lesa bókina? Ég er ekki búin að lesa hana. Ætlar að lesa hana? Já, ég verð nú að lesa hana. Ég mæli með henni. Já, ég lesa. En það er einhver maður sem sagði mér það að ég er búin að reyna að lesa hana og sérstaklega náttúrulega þegar hann sendi mér uppkvöstun alltaf, ég reyndi að lesa þau en það var, það er víst erfitt að lesa sjálfan sig, skilst mér. Já, já. En jú, ég fór yfir hana og það var nú þannig að konan satt nú yfirleitt hjá mig þegar ég var að þessu eða var ekki langt frá okkur og svo sagði hún alltaf, þú getur ekki sagt þetta. Þú getur ekki talað svona þennan mann. Þannig að hún var svona siðgæðisfulltrúin í þessu og fylgdist með því að ég segði ekki einhverja vilsu. Já, eins og ég kláraði að lesa þessu bók í dag og hún er auðlesanleg, mjög auðlesanleg og ég kláraði hana á einhverjum 6 tím, eitthvað slíkt og hafði mjög gaman af. Til að bara afgreiða eitt strax, Sigurbjörn Hreiðarsson mitt átti formálun hérna og þið náttúrulega endið á að starfa saman í 8 tímabil hjá 3 liðum, vinnið alla titla sem hægt er að vinna og það nokkru sinnum og byggu til lið sem er eitt af besta sem spila hefur hér á landi. Mér langar bara að gefa kannski Sigurbjörn Hreiðarssoni smá ástíðna. Af hverju eru þið svona góðið saman? Og hvað sástu í honum? Ég sá sem veit það ekki. Yfirleitt með þessa aðstofamenn. Ég var náttúrulega með Heimi sem aðstofamann. Hann var náttúrulega bara leikmaður hjá mér. Leifur var hjá mér aðstofamaður. Ég þekkti Leif vel og þekkti hans eiginleika. Bjössa þekkti ég ekki. Nei. Nema það að ég vissi að Bjössi var náttúrulega fótboltamaður og spilaði með Val og þótti fínn leikmaður og bara skemmtilegur eindæmum. Þannig þegar ég tók hann á Haukona þá ákvað ég bara að hringi í hann. Já. Og restið history dóldi? Já, ég menn þetta var svipað með Pétur Pétursson sem ég fekk með mér landslið. Ég þekkti Pétur ekki neitt. Vissi hvað hann var, svona svipað á Bjössi. Já. En hafði hitt Pétur einhvern tímann stundum á vellinum og svona talaði við hann og rætt fótbolta. Og fannst hann hafa góðar hugmyndir, þess vegna hringdi ég hann og sama kannski með Bjössa. Ég var eiginlega klára því að Bjössi væri hann var náttúrulega haldið tryggð við sitt félag alla tíð og það er svoleiðis mennur einstakir. Þannig að það var gott símtal. Já, heldur betur. Og hann mun örugglega koma aftur við svo hérna í kvöld eftir að fá þann meistari í þáttilegur. Þú fær formlegt bóð núna, Sigurbjörn, ef þú hlusta, sem við veist helviti líklegt. Við ætlum að byrja ég ætla bara að kalla það, afsakaði Óli, ég ætla bara að kalla það, við ætlum að byrja í gamla daga, áður en við Tjessið Darkbræði fættumst og afgreiðum þá nokkuð snögglega það sem við vorum kannski ekki beint á vellinum með að fylgjast með þarna. Fyrst ætla ég að tala Volt aðeins. Volt veitingastæðir, matvörur, áfengi, gæludýravörur, leikfeng, blóm og svo náttúrulega eins og Leifur talar alltaf kynlífstækin. Já, ég tala mikið um þau. Alltaf 30% afsláttur í desembermánuði, allir að kynna sér Volt. Mér finnst magnað að sé að þetta gefa afslátt á svona góðu verði. Já, mér finnst það ótrúlegt. En þeir eru í einhverju gjafastuði. Við erum komin til ásins 1981 þegar Óli er hjá Einherja sem er á Vopnafirði, ef við skjállar ekki. Þetta er þjálfarferil sem spannar ekki nema einhver rúmlega 40 ár. Þú fættur 1957, eldist eins og gott rauðvinni svo ég kom inn á að byrja þáttar 24 ára gamallan. Varstu búin að ákvæða svona snemma að vera þjálfari? Nei, það var ég alls ekki og stóð aldrei til. Allavega hafði ég ekki hugsað mér það, en þetta gerðist nú bara í partíi út í bæ. Það sem að Hvernig enda maður í partí og taka við Einherja? Það var þannig að kona mín var í háskólanum og formaður, ég held að hann hafi verið formaður þá, Einherja var líka í skólanum. Okay. Svo var í bekk og svo var eitthvað bekkjapartí eða árgangspartí og
og ég var þar og þá gekk hann á mig og bað með að koma austur og þjálfa og ég sagði við hann að spurði bara Guðnýju ég að þessu ekki og ég endaði fyrir austan. Já, hvernig var svo tími? Hann var geggjaður, hann var geggjaður tími. Gaman að búa Vopnafirði? Já, það var stórkostlegt. Ég bjóða reynda bara við sumartíman. Já. En það var geggjað að vera þar og frábært fólk og ég hef oft sagt það og get sagt það aftur að fólki út á landi miklu betra fólk heldur en fólki hérna í bænum. Sammála þessari kenningu. Já, ég hef hugsað þetta líka. Meiri karakter í þeim. Já, miklu meira og svona það gefur meira af sér og það auðveldar að komast að því og mér leið vel þar. Ég enda með aðra kenningu líka, sko. Af því að, sko, konaði var hérna í háskólanum og formaður Einari á þessum tíma var með í háskólanum, bara í háskóla sjálfur og þú 24 að taka við þjálfunastarfi, stjórnunastarfi 24 og ungmenn í dag bara búið hjá foreldrum sinum og borða kókópef, sko. Var öldin önnur þá? Hvað þetta var þar? Já, ég held að það ég var nú búin að búa þá í 3 ár og komið barn og íbúð og annað, þannig að já, ég meina, ég líki því ekkert saman við þetta sem að gera þetta í dag, það Þú myndir ekki gera þetta í dag, eða Nei. Ég einn af þessum 24 kókópefs trokkum, sko. Þú vart ekki að segja með það. En að tala félagin það út á landi, ég meina, Vestmannaeyjar, BI, Vestri núna síðast, að það erfitt að fá leikmyndir sem koma á. Já, meira þess að káa tala um það, sem Akureyri, sko. Já, og það mjög erfitt að fá íslenska leikmynd til að fara þangað og fyrir þetta það tökum hitt að það ódýrar af útlendingar, sko. Heldur að fá einhverja miðaljóna frá Íslandi. Þannig að Já, förum til landsins 1989 og það var bara mjög gott að undirbúa okkur fyrir hennar þátt því að maður fekk að kynna söguna þess, því við vorum ekkert mikið búin að vera að velta þessu fyrir okkur. Þarna eru FH nýlegri deildinni og þarna eru 10 liði deildinni, þannig að það eru 18 leikir í móti og þegar 17 umferðir búnar þá einungis 1 leikur eftir og þar FH liðið hans Óla í fyrsta seti og þar tapið í lokaleik á móti Fylki sem var þá neðstri deildinni. Sem endaði samt á að falla og K.A.liðið hans Gauja Þórðar verður Íslandsmeistari. Sko, fyrsta spurning hefði þetta ekki verið fyrsta sinn í bara sögunni, jafnvel ekki bara Íslandi eða nýlegar hefði verið deildameistar? Spilandi þjálfari þarna? Já, spilandi aðalþjálfari. Jú, ég held að það var talað um það. Skaginn vann svo svolítið, þegar Skaginn fór upp á sínum tíma þá urðu þeir meistarar á fyrsta ári, en það var seinna. Það var eftir þetta. Jú, ef það hefði gerst. Nei, jú, það var á þeim tíma var talað um það. Sko, af því að við vorum ekki fæddir þarna, hvernig tapið þeir efstir í deildinni þarna, hvað gerist þarna? Og hvernig var líka kannski aðeins bara tímabili, var þetta búið að vera ekkert eins og í sögu? Völduðu bara yfir alla sem nýlegar? Já, við vorum með fínt lið þarna, mjög gott lið. Við höfum áttum frábært ára áður í sem sé annar deild sem hétt á annar deild unnum hann með yfirbörðum og vorum með öflugt lið og vorum í og við efsta sætin minni mig lungana mótinu manna þetta nú ekki alveg nóg. Jú, ég held sér rétt ég og svo náttúrulega vorum við með þetta bara í okkar höndum í fyrir síðasta leik og spila heimavelli móti Fylki neðsta liðinu. Já en þið viljið ennþá hafa mér þáttunum þá hefði ekki spyrjað þessu en alltaf leið fyrst brjótum við svo byggja en það var erfið stund og við komumst nú yfir í þeim leik, sko og svo líka gaman að ákveðnum hlutum í kringum svona þessar íþróttir, sko, svo var svolítið setna fórum við eitthvað að gera þetta upp þá var ein ástæðan var svo að við skorum og snemma sem að náttúrulega, sko er náttúrulega mjög skemmtilega og vitlaus, sko það var einhvers veginn það og það ástæðan fyrir töpuleiknum. Já, skora og snemma. Já, en það bara þannig stundum í fótbolta að hlutin gangi upp og við vorum ekki okkur degi á þessum degi, sko. Já, fyrir hlustendur sem eru jafn ungir við Leifur í liðinu þetta King Hötti Magg, 12 mörk í 18 leikjum, það ekki að spyrja því. Óli Kristjáns líka í liðinu og þetta Óli Jó og þeir eru ekkert mikið að hvíla með til leikja, spila allir bara 18 leiki. Hvað er það? Já, einmitt, þessi kókabúskíslu í dag. Já. Við erum að skauta mjög hratt yfir tíman áðan að við Leifur vorum byrjað að geta hugsað einu hugsun. Skallagrímur 96, 97 og 98 kemur þeim upp úr
annari deildinni, eða við köllum þetta náttúrulega bara lengjudeildina sem hún heitir í dag árið 96 og fer með það í bestu deildina, eina sísoni er í efstu deild í sögunni árið 97. Sko, samkvæmt okkar heimildum var þetta lið sem fórst með upp úr lengjudeildinni nánast bara Kitty pípari frammi og einhver tannlæknar í vörninu og Nonni Bóndi og, já. Var þetta þannig? Já, sko, ég veit með að þetta sé eitt mesta afrekið að hafa farið með þetta lið upp í Efstel. Já. Það var náttúrulega það var einhver þekkti fótboltamenn í þessu liði. Nei, ég þekkti ekki Nei, nákvæmlega. Þannig að en liðið var mjög gott, liðseildin og andin og annað, það var stórkostlegur og það er eitthvað sem er oft miklu betra heldur en að vera með einhverja snillingar sem geta haldið honum á lofti og annað sem eru svo kannski ekki tilbúinir í verkefni þegar því kemur, en þessi gæjar voru allir, þetta var feikna skemmtilegt. Já, svo náttúrulega bara tímabilarni í efstu deild fegst líklega hellingspenning til að styrkja liðið það ekki? En það var svolítið gaman að því nefnilega þegar við fórum upp að þá sagði ég við forramenn að það til Borgarnesi já þegar við fórum upp sko ég myndi náttúrulega auðvitað myndi ég vera með þeim í Efstel ég hafði ekki þjálfað Efstel þá Nei, einmitt Nei, það ekki rétt hjá mér Ég held að það sé rétt hjá þér Nei, þjálfaði ég ekki ég var búin að þjálfa Efstel Okay. Nei, ég maður ekki það og þannig að ég sagði þeim að ég áfram svo náttúrulega fæ ég tilbúð frá honum til liðið Efstel Ok Átti ekki segja okkur núna hvað Jú, það var í BF og þeir runni sko tvöfall næstu 2 árin held ég og ég sagði nei Já og Jói Óla, vinnu minn og Vestmanniðum lögregluvarstjóri þá hann ætti ekki að trúa því, ég sagði nei hann bara trúði ekki það var skondið en ég var búin að lofa mínum mönnum í Borgarnesi að yfirgefa það ekki Áttaðir þið fljótt á þegar tímabilið byrjaði að þetta væri aðeins svo stórt svið Já, ég vissi það náttúrulega áður að byrja að við værum náttúrulega ekki að fara að gera einhver stórkostlega hlut en við vorum ekki neðstir Nei, við vorum ekki neðstir Nei, þannig að það var annar lið fyrir neðan okkur þannig að við vorum ekki allslæmir en þetta var samt skemmtilegt ára þetta var náttúrulega mikið lyftistöng fyrir bæinn Já, það ekki þá það var darbíleik og skæin Borgarnes og þannig að þetta var samt gaman Líka glæsir þetta vallastæði í Borgarnesi sko. Geðvegt Já, eitt af glæsilegast á landinu myndi ég segja Já, klart Það er svo gaman að heyra þið tala þetta sko af því að þú hafði mætur á því að Sigurbjörn hefði spilað með einhvers einu liði allan sinn feril þarna varst þú búin að gefa orðitt og stóðst við það og lést í BF sem unnu síðan allt sem ætti að vinna 2 ári röð sko, og svo talaðu Darby þetta er öll ástriðan í gamla fótboltanum þetta er einhvern veginn allt horfið í dag það er enginn að spá í því að vera í einu liði penningarnir sem tala bæði erlendis jafnt sem hérlendis og einhverju Darbjar er líka eiginlega að fara að heyra sögnum til að það er ekki sama ástriða Nei. Hvernig blasir þetta við þér? Kannski gamla tíminn og nýja tíminn? Hvað þetta var þar? Sko ég held að sé auðvitað náttúrulega mikil breyting á fótboltanum í dag frá því sem var áður og ég menna öll tækni og aðstaða og peningar líka sem kom inn í þetta og það er nú oft talað að peningarnir eru nú sko oft til að eyðileggja hluti líka sko. Jú. Ég vil meina að sé til dæmis allt og mikið leikmennum borga allt og mikið peningur. Og það eru meðal fótboltamenn sem fara til Norðurlanda, ungi strákar og reyna fyrir sér og komast ekki áfram þar. En þeir koma heim alveg bara á morgun vegna þess að þeir fá miklu hærri laun hérna heima. Einmitt. Og þetta getur ekki verið rétt. Þetta bara meikar ekki sens svona vilsa. Þannig ég vil meina að margt í kringum fótboltann í dag sé miklu verra heldur en var áður. Svo vil ég líka, mér finnst eins og margir forráðamenn í íslenskum fótboltaliðum sé svona í PlayStation fótboltaleik nánast. Af því nú geta allir komist inn og sé hvað þú hleypur mikið og hvað þú fer oft í vinstri og oft í hægri og þetta skoða þeir og
mynda sér skoðanir kannski á leikmönnum sem þeir hafa aldrei sér spila fótbolta, hafa bara sér tölur um þú, telja þá vera góða. Ég veit að ég veit að hjá minnstu kosti, þegar ég var að þjálfa hjá FH, þá fekk ég leikmenn upp í hendurnar þar sem að höfðu frábærar Góður í Excel. Já, mjög góðar Excel-tölur og það var bara sagt sem hérna komin leikmaður. Fékkst þú ekki að ráða því? Nei, ég held að sé nefnilega svolítið mikið þetta. Það virðist vera þannig að svo þessi yfirmaður knattspyrnumála hjá þessum félögum, ég veit ekki alveg hvaða hlutverki hann hefur að gegna hér á Íslandi. Ég hef ekki ennþá fattað það. Nei. Vegna þess að þjálfarinn sem tekur á að taka ákvörðun þá hvað leikmennir fengnir og keyptir. Ég anskotin hafið ef einhverjir aðrir ætla að gera það. Því það er þjálfarinn sem ber ábyrgð á því. En ég held að, eins og ég held að þetta sé ekki gott fyrir fótboltann. Ég held að sé allt á margir svona skrifstofugæjar sem að lesa einhverja tölur og taka leikmenn til félagana. Og svo var líka alveg að spyrja sig og kannski koma aftur að þessu síðar þettinum en að tala íslenska fótbolta á allt öðrum stað núna er komin einhverja deildakeppni í Evrópu og eitthvað en ég get að lofa því að öll þessi lið sem við erum að tala hérna í kringum aldamótin jafnvel fyrir að þau hafa alveg komið til þess að deildakeppni líka sko. Sko, í dag er allavega meistara hverslands, þeir eru bæði með beltvaxlabönd í Evrópukeppninni. Þannig þeir með að sko ef ég tap og tapa. Já, ég held að sko meistararnir fari í gegnum komin sjálfkvæð með fjóra leiki held ég. Eða sem sé 4 immi. Já, ég held sér rétt hjá. Og þeir þurfa bara að vinna 1 til að koma til riðlakeppni, þannig að þetta getur ekki verið rétt. Nei. Áður fyrir var það þannig að ef þú tapar þá varstu bara úr. Já, það hefði verið fínt fyrir Óla að hafa þetta þegar maður er að fá val sko. Já, ég meina ég veit meina það bæði hjá mér og náttúrulega á undan mér líka það voru lið sem voru miklu betri fótbolta heldur en Skaginn var geggjalið með unnu Feyenoord og sem var topplið í Evrópu þannig að það er svo mörg svona en ég er ekki sko, þetta er frábært fyrir fótboltan á Íslandi. Það náttúrulega kemur inn peningu til félagaliðana og ég meina þetta er gott að þýleitin til en það er ekki að bera þetta saman þess að var áður. Nei. En ég er mjög sammála þessu stefi svo við viljum halda í kvöld, það var allt betra í gamla daga sko. Ég er það sko. Já, sko En öll þessi tækni, fyrir það auðvitað þessi tækni fín og frábær og það er sko þetta á að hjálpa en þú getur ekki eingöngu farið eftir þessu. Það sem mér fannst alltaf best í þessu að því að þetta var notað á æfingum þessi kubbar til þess að fylgjast með öllu. Mér fannst alltaf best að sjá sko hvað æfingin gaf mér hvort það var erfið bla bla bla, það var það sem ég vildi fá að vita. Auðvitað sé ég alveg þegar maður út á vellinum hvort hann sjóður þreyttur eða ekki, ég sé það og hvað gerir til þó nú er það þannig ef hann er þreyttur núna þá kemur einhver þrekþjálfari og pikkar í þessu Jón verður að koma út á hann og þreyttur. Ég meina, hvað gerir til þó þreyttur? Hvað ég meina, hafi ekki verið þreyttir? Ég meina, maður bara heldur áfram. Þannig það þarf að vera svona en tæknin er fín og það er hægt að nýta hana en það er líka hægt að hún er ekki heilagur sannleikur. Nei, og það er að nýta hana bara réttan hátt en þú getur ekki látið hana stýra mig sko þér þú augun sjá betur þetta held ég. Já, klart. Mjög gott. Við ætlum að færa okkur yfir í Krigan. Já, það sem við þetta er tímalínu ekkert annað en era. Já, the beginning of an era. Þetta er frábært fatamerki. Eins og Sútöp kom hann til FA árið 2003 í boði Íslandsjóða. Já. Ráðgjafar í verðbréfa ráðgjöf Íslandsbanka geta aðstofið kaupa sölu og hlutabrjöfum, skuldabrjöfum og sjóðum en eins og bara ég kom inn á sko að bara fá almenna ráðgjöf. Já, geðvett. Áhættusækni, dreifa þessu, er maður að setja í sjóð, hvernig viltu hátta þessu? Hvað er maður gamall, hvað ætla maður að taka mikla áhættu, hvað maður að skilja eftir mikið fyrir börnin, skilur? Íslandssjóðir hafa verið þessu lengst allra og gera þetta vel og eru þetta með sjóði, alls konar sjóði fyrir alls konar áhættusækni. Kynni ykkur það. En við erum komnir til 2003, það herrans ár í FH og fyrir þá sem eru með bókinni fyrir framsíða, þá er þetta blaðsíða 113. Já, sem við erum komin á. Tímabilið áður árið 2002 endar liðið í 7. sæti með 22 stig eftir 18 leiki og sleppur naumlega við falldraugin. Siggi Jóns að þjálfa þá. Í bókinni kemur fram að FH hafi búið þér starfið árið 2003 en þú sagt, nei, ég er hættur, ég nenni ekki að þjálfa lengur. Stjórnin var eins og búin að ákveða þetta
og á endanum samþykjur tilbúið Svo kemur þetta quote on quote framan á þjálfarferlinum gerði ég yfirleitt bara eins á samning því ég vildi geta fengið hærri laun ári eftir að náðum góðum árangri en í seinni tíð reyndi að gera lengri samninga en byrjum á því af hverju ákvæður svo endanum að samþyngja að ganga til liðs við FH. Já, það, sko, ég hafði búið í Danmörku þannig 2 ára undan og kom svo heim, kona mín var út í Danmörku að læra. Svo þegar ég kom heim þá náttúrulega var ég að vera ekstra innvolaður í fótbolta. Jú. Og Þórir Jónsson vinur minn heitinn, hann fær mig til að koma inn með sér hjá FH. Og ég hafði reyndað að þjálfa FH áður þannig að ég vissi það alveg og það var bara fínn tími og ég var í kringum hann aðeins. Ég kom heim sumar held í 2003 frá Danmörku. Þannig að ég fór upp í Krika og var svolítið í samtali við Sigga og þeir vildu nú reka Sigga en ég stoppaði það nú af reyndar. Eðlilega. Já, en allt í lagi og svo árið eftir þá ákvað var þá settust við niður ég, Þórir og Viðar Halldórs og ákvað vorum að reyna að finna þjálfara. Og við fengum allir blað með 2 mönnum á og við öllum að fara og tala við þá. Ok, manstu hvað þú skrifaðir? Já, ég man það. Já, hverju voru það? Það var Njáll Leiðsson vinur minn. Já. Það var nú eini sem var á blaði hjá mér, ég ætlaði að reyna að fá hann í þetta. Njáll Leiðsson. En svo 2 dögum seinna þá ringið Þór í mig og hann var nú að vinna hérna fyrir neðan úr Ólútsín sem var hérna. Já, einmitt. Ringir í mig og þá segir hann, þetta gengur ekki neitt. Þú bara að taka þetta. Já. Og ég sagði náttúrulega, það kemur ekki til greina. Ég var ekki að fara að þjálfa. Ég var hættur. Og svo, hann gafst náttúrulega ekki upp eins og hann hafði alltaf tröll að trúa mér. Já. Og það endaði með því að ég sagði já við hann eða ég sagði að ég þyrfti náttúrulega að fara heim og spyrja Guðni að þessu, kona mín. Og þá sagði hann, býttu hvað breyst ég þér? Akkur að spyrja hana? Og ég sagði, ég verð bara að gera það. En ég sagði já við þessu daginn eftir og það var bara frábært. Já, klárt. Og við förum aðeins yfir það, en mér langar að byrja að spyrja það því að eins og Leifur talar þetta beginning of an era og þá velti maður fyrir sér á hvaða stað var FH? Auðvitað, varstu með gott líðan í höndunum, sástu að þú gast örugglega ekki óra fyrir þau myndi ná þessum árangri en hafður þú trú á þessum hóp og bara aðstöðun hjá FH þarna? Sko, þú náttúrulega sem þjálfur, þú náttúrulega að sjálfsögt þarfst að hafa trú á þínum hóp. Ég vissi náttúrulega alveg hvaða leikmenn voru FH og hafði trú á þeim og hafði náttúrulega trú á þeim sem voru að stjórna, Þóri, sérstaklega Þóri sem var náttúrulega minnst og stytta í þessu. Og en auðvitað óráð okkur ekki fyrir þetta að færi svona, ég get alveg viðurkennt það og ég hef oft sagt það við sjálfan mig ef ég hefði trúað í fyrsta árið 2003, ef ég hefði trúað ég get munni mótið þá vunnið. Já, meinar. Já, þá hefði ég talaður í þessu leikmennina, hefði ég vitað því, en ég hafði ekki trúað því þá. En eftir árið 2003, þá var ég aldrei að vafa. Nei, einmitt. Þið endi í öðru sæti tímabili 2003 með 30 stig eftir 18 leiki, bara fáránlega góður árangur, kemur liðin í Evrópu og þeir nálgist titilin heldur betur. Fær sterka mennan þinn, Sverrir Garðarsson kemur heiminn atvinnumennsku, fáið Allan Borgard sem líklega, ég náði skottið á honum, sem líklega eitt bestu útlendingur sem hefur spilað í bestu deildinni og þetta Tommy Nielsen sem endar svo að vera Club Legend hjá FH. Hversu góð var Allan Borgard? Heyrðu, hann var geggjaður. Já. Hann var frábær fótboltamaður og hann var svo og bara var svo góður drengur líka, var vandræðalaus, ekkert mont í honum og aldrei góður liðsmaður og bara geggjaður drengur. Já, Óli Kristjáns gaf þér hann eða ekki? Jú, það var þannig að ég hafði náttúrulega verið í Danmörku þegar Óli var að spila og reynda Tómas Ingi líka, bestmannaðingur og fylgdist mér náttúrulega með öllu leikju þar og vissi hver Tommy var og vissi hver Allan var líka. Já. Og ég hringdi í Óla að því mér vantaði hafsend og hann spurði mig hvort ég hefði á að fá Tommy Nielsen og ég vissi, eins og ég sagði, ég vissi hver hann var, hann vissi hann spilað þarna og ég held að hann með þess að hafi slegið Óla út og liðin á sínum tíma út í Danmörku. Þannig ég sagðist klári að taka hann alveg 100%.
svo hringdi hann aftur í mig 3 mínútum og setna og sagði, ég með sendir líka. Já. Og sagði mig hver hann var, og ég myndi eftir hún líka. Þannig kom það til að þeir komu báðir. Já. Og það var náttúrulega þvílík lyftistöng fyrir okkur. Heldur betur. Og bara, það var svo gaman að því vegna þess að Tommy var svona leiðtogi. Alla var svona meiri svona skemmtikraftur heldur en kannski var ekki alltaf jafn alvarlegt hjá honum en fótbolti var alltaf alvarlega hjá honum að Tommy hann breytist aðeins kúltúrin hjá leikmennir líka með komu Tommy. Hann fór að teygja eftir æfingar og ég man alltaf að þau voru með æfingarferð út í Portugal eða Spáni að þegar hann fór alltaf eftir æfingar það fór hann alltaf út í laugina í kalt bað stóð þar í lauginni og hann stóð þar einn þeir hlóðu allir að hann Látt undir henni samtíð Látt en í enda ferðar það stóður allir út í lauginni það var búin að náðu öllum til sín þannig það var svolítið gaman að þessu Fyrirliði liðsanna, þetta Heimir Guðjónsson mjög góð vinur þáttarins hversu góð fyrirliði var hann og á hann ekki hellingi í þessu líka? Jú, alveg, svo ekki spurning og ég man hvað þannig árið 2003 þegar Siggi var með á að Siggi, ég hef ekki sagt þetta áður en allt til að ég segi það er ekkert vont í þessu en Siggi sagði við mig að ég var svolítið svona aldunum Siggi sagði telja að Heimir væri vandamálið að fá þá hafði þeim örgulega eitthvað sinnast eins og gengur og gerist bara í þjálfuninni og þá sagði ég, nei, Heimir bestumærin í liðinu og það er góð regla hjá þjálfurum og ég hef alltaf haft sem reglu þegar ég fer í þessi lið það þýr ekki fyrir það að fara í stríð við bestu leikmennina það er alltaf sniður að hafa þá með þér vegna þess að þeir stjórna hinnum og Heimir stjórnaði náttúrulega öllum í FH, öllum strákunum og liðinu og Heimir var alltaf minn maður og ég man með þess að þegar ég var nú helvíti reynda fúll út í hann í undanúrslaleiknum, var ekki undanúrslaleiknum til K.A. í byggarnum eftir Íslandsmeistara 2004 og hann gaf K.A. markið, það er gott hann heyri það hérna hann gaf K.A. markið sem við töpuðum 1-0 þannig að hann fer sáttur á kottan í en hann svo sagðist hann alltaf taka 1 ári viðbót svo þegar það ár var búið þá sagði þú tekur 1 nei ég get það ekki ég sagði þú þarft ekki að geta það þú er bara standinn í miðjunni og sjá til þess að menn hreyfi sér rétt og hlaupi bara þjálfarinn á vellinum og hann var það allan tíman hann var náttúrulega þungt í honum pundið og hann var náttúrulega ekki svo fljótasti en hann var örugglega svo klókasti og það er oft vanmetið. Vissirðu mögulega, ok, kannski er ég að spóla þess framverðin en þegar hann var aðstofþjálfarinn vissirðu að þetta var eitthvað sem var að fara að taka við einhverjum tímabúti? Já, það var alltaf ljóst það var ekki spurning. Svo er eitt áhugavert í þessu og kaplinn heitir það í bókinni 7-0 heitir þessi kapli og í síðasta leik tímabilsins 2003, þann 20. september þá vinniði KR 7-0. KR er vissulega búin að tryggja sér titilana en þú talar í bókina að þessi leikur hefði mögulega kannski bara fyllt KR í næsta sísón og náttúrulega bara fyllt ykkur í næsta sísón. Þá spyrir maður sig hversu mikilvægt er að enda tímabili vel að þið verið með lengsta undirbúningstímabili í heimi skiptir það samt kannski máli? Það skiptir öllu máli að enda tímabili vel. Það er bara eins og þessi leikur sýnt og sanna fyrir bæði liðin og það hefur alltaf verið talað um það er súrt að fara inn í langt hlé á þess að kannski spila einhverja leiki með þungt á bakinu og það er bara þannig og segja menn ekki alltaf þegar það tapa leika þeir vil helst fá að spila á morgun aftur til þess að svara fyrir sig ekki eftir 8 mánuði eða eitthvað. Já, en þarna er þetta býði þetta langan tíma og þetta situr í mönnum og það skiptir máli enda tímabilinu. Þið sjáum nú bara bestalið Englandsíta. Það stendur sér ekki nógu vel. Nei, góða punktur. Það endaði tímabilið illa fyrir það og það fylgir þeim áfram. Já, klart. Mér langar líka skjótin annari að því að við erum að ræða hvað áhrif Tommy Nielsen hafið á klefan og hvernig menningu hann kom með inn í leikmannahópin.
og þú talar einnig það að þú fær kannski ekki endilega í stríðu besta leikmanna þegar hann stýrir öllum hinum en þú nú þjálfa nokkra karaktera Val núna seinast kannski í fersku minni en maður sér þetta líka erlendis Chelsea sækir Garnacho bara eitthvað dæmi sem ég með í haustum hérna og ég bara Slott setur Sala á bekkinn Slott setur Sala á bekkinn og sækir Ísak hérna og þú veist, maður pælir í þessi leikmannasamsetningu og hvernig þú vilt hafa eplaköruna þína og hvort þú er áhyggjur að því að rotna epli smiti út frá sér hver er þín hugsjón í þessum efnum? Ja, sko þetta er alveg rétt sem hún segja það er kunst að velja inn í og mér finnst alltaf nauðsynlegt að hafa svona 1-2 furðufugla þeir eru oft lífgu upp á hópa. Hverju voru það í F-leiðinu til dæmis? Svergarason, hann var náttúrulega svona spestýpa. Ég man eftir honum svona flottur. Jón Þorgrímur Stefánsson. Já, kóngurinn. Hann var skemmtilegu fýr. Þetta er svona gæja sem brjótast út úr þessu fasta, út úr systemun og annað. Það er oft sterkust einstaklingandi, sem þóra því. Já. Þannig að þú mátt ekki vera með marga og þú mátt heldur ekki vera með, þó svo ég sé að segja þetta þá var ekkert mál að stjórna þeim og stýra þeim, þeir náttúrulega og tóku aga, en svo alltaf kunstin að leyfa þeim líka. Þú búið að leyfa þeim að vera þeir með allan sinn fíflagang og jafnvel vitleysu, En þú færð allt tilbaka í öðru frá þeim. Þannig að það er oft kunst að velja inn í hópa og það er snúið, Já, maður spyrja, nú er ég að spóla bara langt fram í tíman. Þú veist, bara ef við tókum sér dæmi síðasta giggið sem er þeim Val 22 og tekum við á miður sísoni og bara klára tímabilið með þeim. Ertu þar kannski með gott dæmi hóp sem er kannski ekki nægilega vel samsettur? Algjörlega, það er lýsandi dæmi fyrir það. Hann var illa samsettur og búið að vera það síðan. Já. En það hefur árangur Vals þessi ár meða við það sem lagt er í liðið og umgjörðin allt í kringu hann hefur ekki verið eins og menn vildu sem ég vil meina sér undir væntingum. Klart. Þó að þeir hafi náttúrulega þeir rendi öðru sæti en núna strákar Íslandsmótinu en það munar kannarku stigum 7, 9. Já, meira, en þetta er 12 eða eitthvað bara eitthvað faraleg. Og tapa byggarúrstæðleik en árangurinn sem slíkur ef þú horfir bara á pappinu þá hranlega en þú veist að það býr meira í þessu liði. Já. 100%. Komum til 2004. Komum til ársins 2004 Þannig erum við svona aðeins eldast. Já. Ég var fárveikur þetta reyndar Ég er aðeins eldri þú. Ára og vits hérna. Byrjar að fylgjast með. Já. Þú varst djúpur hérna. Inn í liði færðu Ármann Smára Björnsson, Davíð Þór Viðarsson, Emil Hallfreðsson er að koma þarna upp og Atli Guðna. Kanónur. Sástu það strax að Emil Hallfreðsson ætti framtíðina fyrir sér í atvinnumennsku og myndi eiga hann glæsilega fyrir sem. Og líklega ekki framtíðarleikmaður fyrir þig. Já, ég held að það verið alveg ljóst á þeim tíma. Hann var reyndar þegar hann var að koma þarna upp, ég held að það hafi nú verið, man ekki hvort árið það var, hvort hann var að koma eitthvað aðeins upp 2003. En ég gekk samt illa að fá hann til þess að hann vildi bara vera í öðrum flokknum, hann leiði vel þar. Já. En þannig að, og ég var nú, hleypt hann nú ekkert strax inn, ég var svona, svolítið spara á hann, ég kannski ofspar, ég veit ekki, að honum fannst það allavega, en mér fannst það ekki. En hann var mikil hæfileika leikmaður og góður leikmaður, frábær leikmaður og þetta ár sem hann var með okkur, hann var náttúrulega geggjaður þá. Já, ég man eftir þessu. Geðveikur, Og átti frábæran atvinnumanna fyrir. Mjög flottur og þið allir enda að vinna deildina með 37 stig eftir 18 leiki tapið einungis einum leik hvað small? Þetta ár? Heyrðu, ég, Fyrsti titillinn sem þjálfari? Já. Og fyrsti titill FH. Einmitt, fyrir þetta það? Ég held að það hafi bara, við fundum smjörþöðin af því hérna árið áður, 2003. Þannig að ég held bara að við settum það bara á númer 1 að vinna mótið. Þorðum að segja það. Og við bara, það gekk allt upp hjá okkur, það var eins og ég segi, þetta er, stundum finnur það bara snemma í þjálfunni að þú ert með lið í höndunum sem að er, ég veit að fótboltalega voru nógu góður, það var ekki, ég hafði engar ákveð því. Nei. Það var bara spurning um
með þess að andlegu hlið og móralin og andan í liðinu og ég fann það bara mjög snemmi veturinn, það var geggjað sko. Já, þú talar það í bókinni og aftur hvað hlustum til að kaupa þessa bók þú talar það í bókinni líka bara ef við tökum F-hans út fyrir að segja bara fyrir þig sem þjálfara að þegar þú vinnur hérna titil að þá einhvern veginn fékkstu miklu meira sjálfstraust og vissi bara, heyrðu, ég með þetta Já, auðvitað, ég meina þú ert að keppa þetta er alltaf stærsti titillinn á Íslandi og að vinna hann, það auðvitað gaf það mér sjálfstraust líka og ég var alveg grimmur og hafði miklar hugmyndir og gaf ekki tommu eftir í þessar þjálfum minni, þótti ekkert sérstaklega skemmtilegu sko, ég æfði mikið og erfiðar æfingar og var ekki mjög flexibúl en ég var svona samt eins og ég var að segja, þetta er svolítið kunst að hafa leikmennina með þér, það er svolítið kunst og þú þarft að vera grimmur, þú þarft að sína ákveðin aga en þú líka, eins og ég sagði, þú líka leiða þeim að vera þeir sjálfir og ég held að ég hef bara þessi leikmannablanda Tommy var náttúrulega og Heimir var náttúrulega geggjaðir hérna í þessum hóp sko. Já. Hvernig það samt eins og bara, ef við tökum bara þjálfaraferiðin bara með þetta saman sko, það er mikið talað um að þú veist, maður heyrt sögur að þegar Heimir Guðjóns hitti leikmennin sína í Kringlunni þá nánast sko, tók hann alla góðan daginn að bara hefði séð aðeinga eftir svo maður heyrt Láka Átna, hann var að biðja leikmennum far heima eftir aðeingar sko, þú veist, hversu nálægt vill maður vera leikmennum sína? Ég held að það sé bara, misjátt á menninir eru margir en ég var alltaf mjög nálægt mínu leikmennum, alltaf og vissi nánast upp á hár allt þá og vissi nánast, ég vildi alltaf hjúskapastöðu þeirra líka og fylgdist með þessu öll saman, mér finnst það skipt allt máli. Hvort vill maður hafa leikmann á lausu eða föstu? Ég vil hafa leikmann í gistan. Já, það ekki. Það er bara ekki nokkuð vafi. Já, trúi því. Hvað haldið þið að hérna, hafið ekki heyrt það, hvað Ferguson reyndi með Roy Keane alltaf, sko. Hann var alltaf sem glákur Roy Keane, sko. Það er ekki fyrir að gista sig. Og hvað reyndi hann? Til að fá alltaf að gifta sig? Hann var alltaf, hafði ágjörð því hvort hann ekki að fara að gifta sig. Því það var svolítið með þessu náðan alltaf. En við höfum mikið talað um það í þessum þætti, bara almennt, að við höfum oft talað um bara, hvað sem mikið geraði fyrir leikmenn með gott sjálfstraust, við höfum kannski ekki mikið talað um bara fyrir þjálfara, bara eins og þarna, að vera Óla að vinna sem fyrsta titil fyrir F-fáingar, þannig hugsaður bara, við erum bara með þetta, við erum bara að búa til eitthvað skrýmstíðina. Já, en það var, sko, það sem svo varum við framkvæmdastjóri sem heitir Pétur Steffensen. Hver var yfirmaður knattspyrnumála þarna? Óli Jó. Já, var yfirmaður knattspyrnumála? Já, það var Óli Jó. Það var engin sér við nema ég, sko, það var bara þannig. Já. En þá var Pétur líka þarna sem var framkvæmdastjóri þessi ár og hann hugsaði náttúrulega mjög vel um leikmennina og hugsaði vel um mig líka og ég man að hann eitt sem kom að til mig og sagði, Óli, nú þarfst þú aðeins að fara að slaka á og nú búin að kaupa fyrir því Bláa lóninu eina nótt með öllu, þið farið þangað því hún og nú þarfst þú að slaka á. Þannig hann hugsaði og hann bauð konur leikmanna bauð þeim að þá búin að koma með eitthvað rauðvín handaðum og búin að sníkja einhver ylvösklös og svona, sko. Þetta skiptir allt máli, strákar. Já. Þetta taldi alltaf vegna þess að sko ef ekki lagi heima hjá þér, þá er ekki lagi hjá þér inn á vellinum. Nei, heldur betur. Þannig að þetta þarf allt að fylgjast með þessu öllu. Já. Fótboltamenn að lausu drullu ykkur að fast. Vilja vera í liðinu hjá Óla. Áður en við færum okkur yfir til 2005 þá langar mig að spyrja þig þetta er uppæfið að svakalegri góðsend tíð bara svo ég kannski spoili fyrir áhorfendum sem ekki vita nei, auðvitað vita það allir hvernig fór en sko þetta er uppæfið að svakalegri góðsend tíð hjá FH og Guardiola breytti fótboltanum, þú myndist á Ferguson hann líka draðlar sem kom að borðinu með sínar áherslur og bara breyta sögunni og fótboltinn hefur auðvitað þróast núna upp á síkasti en þegar þú mætir þarna hvað er nýtt? Hvað kemur með að borðinu sem að hafði hreinlega ekki verið gert áður greinilega fyrst að þú tekur yfir? Sko ég mestan lærdómi sem ég tók hann frá Ásgeir Elísson. Já. Ég fylgdist alltaf vel með framliðunum og hvernig þau spiluðu, hann alltaf spilaði góðan fótbolta og ég bara eins og ég hef
sagt og segi alltaf og alltaf sagt í minni þjálfu, það best þegar rauður gefur rauðan og hvítur gefur hvítan. Fótbolti einföld íþrótt. Þannig ég var ekkert að flækja mikið. Það eina sem að mér finnst ég vildi spila mikið sóknarleik. Ég var alltaf miklu áherslu á það. Vildi alltaf vera með góða vængmenn. Og var náttúrulega, ég vildi alltaf með góðan sender. Þú verður með góðan sender til að búið til gott lið. Og góðan hafsend. Já. En nýtt, ég spilaði alltaf 4-3-3. Alltaf sama systemi, ég spilaði alltaf sama systemi. Einhver tímann spilaði stundum öðruvísi og fór með Evrópukeppni. Spilaði aðeins öðruvísi. En einhver tímann spilaði ég 4-4-2. Já. Og á fundi fyrir þann leik þá fór ég yfir það. Og við gátum ekki neitt. Og varstu þá bara með stílabók og þeir bara dreifðu blaðinu og svona? Nei, og það var náttúrulega því að þá fór þeir allir að hugsa. Leikmenninu, sko. Þeir höfðu alltaf verið í hinu systeminu og búin að vera það í alla tíð, alltaf eins. Þannig að næst þegar ég þurfti að gera smá breytingu, þá sagði ég bara við einn miðjumann, vertu aðeins framar á vellinum. Einmitt. Þá var að koma í 4-4-2 og það geggjaði leikur. Já. Þannig að þið sjáu það má sko, hvernig var þetta? Þú búin að festa leikminn í einhverju, þá, og þeim líður vel í því, þá erfitt að breyta því. Þess vegna sko, að ég kallaði 4-4-2, þá fór það í vitleysu, en svo næst þegar ég sá hann að vera bara aðeins meira þarna megin eða svona, var sem sé að breyta systeminu, en sagði það ekki, þá var það ekkert. Þetta áhugavert. En ég held að ég hef ekkert breytt einhvern í fótboltan, ekki svo ég muni allavega. Við skorum alltaf mikið af mörkum, eins og ég sagði, ég spila alltaf mikið sóknarleik og vildi halda bolta. Ég get ekki svarað þessu. Það er gott svo að líka bara. Já, einfalt og gott. Við erum komin til ársins 2005. Þetta er auðvitað eitt besta lið sem að FH hefur átt og í bókinni segir hann að besta lið sem hann er þjálfað. Já, og þú talar það í bókinni, gögnin, þau eru sammálaðir. Þeir rústi Íslandsmótinu með 16 stiga mun, 48 stiga eftir 18 leiki. Það gera 2,67 stig í leik. Já, vinnur öll mót í heimi með því. Þetta er bara ótrúlegt. Inn í liði færðu Óla Pál Snorrason, Tryggva Guðmundsson og Auðun Helgason. Mikil styrking þráttur að hafa verið Íslandsmeistari 2 árin á undan. Hversu mikilvægt er að stuða hópinn í velgengni? Sko það er bara mjög mikilvægt og skiptir máli en það getur líka verið hættulegt og það þarf að vera einhver svona struktúr á bakvið það sem þetta gera og ég hef alltaf vilja að gera það þó sérstaklega fyrir þetta ára þá vildi ég ná í nýja leikmenn. Ég hafði nú svo sem reynd við Óla Pála áður og gekk ekki þá og svo gaman frá því að segja þegar ég reyndi við hann sko það gekk ekki og svo hringdi ég hann árið eftir og ég sagði ég vil ennþá fá þau sko það er ekkert breyst og þá fekk ég hann sko hann var alltaf geggjaður leikmaður fyrir hann sko. Tryggvi og Auðun var það ekki það þarf ekki að segja neitt þá þeir eru náttúrulega og Tryggvi er akkurat einn af þessum manni sem ég var að tala um á hann sem er svona ekki mjög stiltur hann hann svona fer út úr myndinu og svona. En að þú náði kontról á hann eða hvað? Já, ég bara hann var geggjaður með frábær leikmaður. Hann var bara nýskriðin upp úr handboltanum þarna sem var að skriðtækla menn í handbolta. Já, en hann var geggjaður fyrir að fá, geggjaður leikmaður. Má ég spyrja það því að við aftur leifum tala um spoiler, tökum smá spoiler núna þarna, við erum að tala um 2003, 2004, 2005. Fékkst þú alfarið að stýraði hvaða leikmenn fóru inn og hvaða leikmenn fóru út? Já, ég stjórnaði því. Já, það var enginn að skipta sér að því? Nei, það var ekki sér. En auðvitað er það þannig að þú náttúrulega sest niður með þeim sem stjórnaðir og segja þeim að þú viljið fá leikmenn og ég hafði það alltaf reglulega ef ég þurfti að fá 2 leikmenn þá baði ég 4 þá vissi ég að ég myndi fá 2 ef ég myndi fá 3 þá baði ég 5. Já, þetta er þetta mjög góð lærdómur fyrir laustendur. Sko,
F-fáingar þeir gera sér lítið fyrir og þeir bara vinna fyrstu 15 leikina. Þeir geta flækjað þetta, þeir geta jafnteflið þetta, bara vinna fyrstu leikina. Það er einfaldast. Og tryggja sér titil í 15. umferð. Búin að vinna alla leiki. Sko, talað kultúrun í FH, þetta er ekkert endilega bundið við 2005, bara árið sem þú ert þarna, 2003, 2007. Quote on quote, það var meira að segja þannig að þegar menn voru meiddir, þorðu þeir ekki að segja mér það, af því þá voru þeir hræddir að missa stöðun í byrjunarliðinu. Var samkeppnin bara svona hörð? Já, hún var svona. Ertu meiddur? Nei. Þeir vissu það, ég var náttúrulega með þannig einhverja 15-16 frábæra leikmenn og fleiri reyndar sko. Þannig að, og ég held að ég hef verið á einhverju tímapunkti þegar ég sagði við, nú þurfum við að leggja fram til og þingi kási þannig að við fjölga varamönnum, við vorum með svo marga góða leikmenn og ég held að það hef verið fyrsta fjölgunni sem var, það var komið eftir að við fórum að ræða þetta en það var þannig að þeir menn sögðu mér ekki að þeir var myndir, þeir spiluðu frekar og að því þeir, ef þeir fóru að bekkinu og annar kom inn, þeir vissi það sem ekki kom inn, hann myndi alltaf standa sig en það sem var líka gott við hann hóp og er ekkert sjálfgefið að þarna voru frábæri leikmenn varamenn og það, ég hef alltaf sagt að það er mér alveg saman það að eina sem þú ert að passa það, þú ert bara að vinna leikin þá getur varamaður ekki satt en það var alltaf bankað á hurðina daginn eftir leik og Akkur ekki liðinu og þá sagði ég stilti mínu besta lið og vinna leikin og sestu niður já, og þurfti samt, auðvitað var það ekki svona einfalt en það var næstu í þannig og þannig en með þú vinnur allar leiki þá er erfitt fyrir menn að setja út á systemið. Er það rétt að þú sagðir alltaf að liðin fyrir leik ef við spilum okkar besta leik og þeir líka þá vinnum við leikin? Já, ég sagði það mjög oft. ég allan minn þjálfaraferill hef ég ekki eitt miklum tíma í að tala um andstæðingana. Mér finnst það ekki ég hef alltaf eitt tíman í mitt eigilið og reynd frekar að bæta mitt lið heldur en að eyða kannski miklu tíma í andstæðingana en ekki þar með sagt að ég tala ekki um þá, ég tala eitthvað um þá og ég náttúrulega sá alla leiki sem ég átti möguleika á að sjá þetta var náttúrulega ekki sjónvarpinu fyrir okkur eins og er í dag þannig að ég fór um allt land og sá leiki í öllum deildum og þekkti náttúrulega alla leikminni í öllum deildum í Íslandi sko þannig að ég var duglegur við að njósna leikmenn og finna leikmenn en ég eyddi ekki miklu tíma í andstæðingin. Nei, og það reyndist bara ágætlega. Og líka með þessi ár sem ég var með Borgarnes og þó að við höfum ekki verið besta liði þá reyndi ég samt frekar að reyna að gera mína með leikmenn betri heldur en kannski að eyða allir orkunni í að tala um einhverjum lið. Þú talar um það í bókinni að þú þarft ekki að segja bakarniðinum að Óskar Hauksson sé góðu kantmaður. Nei, ég þarf ekki að segja og eins og við höfum margast rætt sko að ég þarf ekki heldur að segja að maður sé örfættur sko. Hann er örfættur. En það er næstu þannig að þau eru stundum að segja það. Þó ég hafi spilað á mótornum í jafnvel 20 ár sko. Já. Árið 2006 það er framhald það er titillinn með 30-60 eftir 18 leiki Guðmur Sáni já óbreyttur hópur að mestu 2006, hver er komin í það þá? Já, og bara sambarlegt lið þá kemur í bókinni þetta 2006 lið var bara framhald að liðunum árun undan en engin breyting var á spilamennskunni skilabóðum til leikmanna voru sem fyrir einföld ef þú fyrir að ruggla eitthvað í þeim og breyta fæðir að hugsa og pæla og þá verður allt í nút var það ekki bara strákar haldið áfram að gera ykkar og það verður Íslandsmeistarar Jú, við vorum náttúrulega þetta vorum við orðnir rútinir þetta var lið sem var búið að vera saman í góðan tíma og það sem var líka í þessu sko það er náttúrulega verið að tala um einhverja uppalda ég held að bara hafi verið nokkuð stór hluta leikmennir sem voru uppaldir í FH í þessum hópum. Já, 2006. Já, 4, 5 og 6, ég held það bara. Miðað við það sem í dag. Já. Þannig að hópurum að rútinnar og þekktu og þetta er ekki þú ert búin að vinna þá náttúrulega viltu ekkert annað en að vinna aftur og nú veistu hvað þarf til að vinna sem leikmaður. En varst ekki hræddur að aftur við náttúrulega næsta ári fyrir glöggulhaustundur 2007 varst aldrei hræddur að menn eru sattir hérna? Nei, ég var það ekki. Nei. Það var einhvern veginn, ég náði náttúrulega, auðvitað bjuggu við til svona ýmislegt í kringu þar til þess að menn
sko, ég tala til þess aldrei að verja titil eða ég tala bara að vinna aftur. Þú sér það bara í dag, ef við spólum til ársins bara 2005, þá við erum alltaf að fá þjálfara í viðtölinn og tölum bara, hvernig það að verja titilin, já, ég ætla að gera svona, svo gengur aldrei. Nei, ég meina það er ekki fyrir alla. Nei, það er ekki fyrir alla. Það er, en ég hef svo sem enga sérstaka svona skýring á því. Ég bara var með gott lið og ég hélt mínu striki og bara já, það var ekki miklu með reytingar. Menn þekktu mig orðið leikmennir og vissu hvað þeir máttu, hvað þeir máttu ekki og þannig þetta var voða þægilegt sko. Já, voða þægilegt að vinna alltaf leiki, vinna alltaf titlana sko, ég trúi því alveg. Já, en jú, þetta er þetta að vinna og þetta þjálfarastarf er náttúrulega þú ert náttúrulega alltaf að hugsa þetta það er ekki mínútur sem ert ekki að hugsa fótbolta, það er alveg sama. Er ekki konaðin heiminn ánægðast að þetta? Jú, og ég líka að það er, þú ert alltaf að hugsa þetta allan ásins hring og vesti tími fyrir fótboltaþjálfara er alltaf þegar tímabilið er búið. Þá fara allir í frí, nema þú. Þú fer aldrei í frí. Þá þarf þetta bara að tala við þennan og þetta er leiðilegt samtíðin svo átt. Þú ert að reyna að fá leikmenn til þín og fá leikmenn til að vera áfram. Einhver sem ætlar ekki endurnýja við Já, mér fannst ekkert mál að tala við þá. Mér finnst alltaf höldast. Það var alltaf auðvitað að reyna sko lokka menn til sín. Samt var það ekki erfitt þegar þú varst gott lið. Þá ertu náttúrulega bara yfirleitt alltaf eftir góðu leikmennum. En þá kannski eitt sem við langar að spyrja tölum við erum búin að tala um F-liðið hérna. Voruð þið með gott budget þarna? Voruð þið að borga vel eða? Já, ég held að það hljóti nú. Ég hef aldrei fylgst með peningamál. Aldrei. Okay. Ég hef aldrei komið nálægt neinum samningum um peninga. Ég hef aldrei samið um peninga við neina leikmenn og aldrei talað um peninga við leikmenn. Okay. Og með þess að hafa það sem reglu þegar ég fór að tala við leikmenn að ef þeir spurðum um pening þá var ég eiginlega vondur. Já. Því að mér finnst það eiginlega ekki skipta öllu máli og eiginlega engu máli. Það er bara málið mjög einfalt. Ég vil borga þig lítið og þú vilt fá mikið. Svo verður við bara að hittast eftir. Þannig er og það er þannig ennþá sko. Leikmaður vil fá eins mikið og mögulega getur og ég vil borga eins lítið og ég mögulega kemst af með. Svo verður menn bara að rífast. Hvernig heldur menn Óla Jó góðum? Hvað fór í taugarnar á þér? Hvað mátti ekki gera? Samber tala við um launamál, sína áhugaleysa æfingum, voru einhverjum svona hlutir sem að voru einstaklega sem þú kannski náttúrulega auðvitað hvatti til en líka einhverju sem að þér leist ekkert á? Nei, ég held að ég hef nú verið svona nokkuð þægilegur á flestan máta. Það fór alltaf mikið í taugarnar á mér þegar hefur alltaf farið í taugarnar á mér þegar bikakeppni annars það fór ótt í taugarnar á mér, ég skil ekki vinna bikar og það fór ríkalið í taugarnar á mér. Heldur ég Óla Jó komið með að vinna bikarinn? og það hérna það er ekki nóg að vera Íslandsmeistari til það fór alltaf í taugarnar á mér þegar menn og fer ennþá í taugarnar á mér þegar maður fekk spurninguna nú getur einbeitt þér að deildinni. Það fór ekki meiri taugarnar á mér í íþróttunum og þegar ég var spurður þessu þá yfirleitt labbaði ég burtu. En hei, þú getur einmitt að deildinu núna. og þegar leikmenn og einhver leikmaður sagði svona sko, þá það fór ekkert smá í sér töðunar á mig sko. Já, mjög gott. En já, það fór í töðunar á mig en svo var þetta bara að því, það var nú þannig að við dæmdum alltaf á æfingu þjálfararnir sko. Og ég dæmdi aldrei neitt. Þannig það var ekkert flóknar af það. En oft var ég man sko það er nú oft þannig á þessum æfingum mönnur lendir saman, það gerist í þessu. Já. Og ég gerði aldrei neitt í því heldur. Nei. Ég bara þeir eru að leysa það sjálfur. En stundu þegar ég var pirraður líka sko þá stoppaði ég oft æfinguna þegar voru að ráðlega við dómgæslu og svona og fóru að rífast sem ég átti ekki að gera. Og þá sagði ég að þeir stoppa allir ná sér bolta og þá hlaupuður allir til og þessi boltarnir voru alltaf út um allt. Ég man alltaf eftir ég gerði þetta upp á krikaðinu sinni daginn fyrir leik. Voru þeir að slást hérna hjá mér Höddi, Magg og Halldór Markmaður sko. Og ég
tók þá að því ég hafði gert þetta áður sko, þá stóði fram því það er æfing á morgun sko, nei það er leikur á morgun, hvað hef ég að gera? En ég segi, ég geri bara það sem ég vann að gera, það er engin afsláttur því og ég kalla, taka saman bolta og svo er allir að ná sér í bolta og þá segi ég komið að setja á í pokan og svo lít ég á hlaup í hálftíma og það var svona og sagði svo alltaf, ef þið viljið þetta frekar heldur en vera að spila og leika, þá er það ekkert mál. En þetta var fyrir leik, þannig ég var hrættur. Og við spiluðum við Fram daginn eftir upp á Efragrassi. Unnum 2-0, geggjum leik. Já, einmitt. En mér leið ekkert vel þann daginn, sko. Það hefði getað að fara á hinn veginn og þá hefði menn sagt, já, þú lést okkur hlaupíkjör og bla bla bla. Já. Þannig að það voru svona atriði sem að menn vissu það að Já. Þannig að þeir röfluðu ekki mikið í mér sko. Það þýtti ekki neitt. Nei, það var ekki. Það þýtti lítið. Við erum komin til ársins 2007. Það herrans ár. Það herrans ár og þá endi í öðru sæti með 37 stig, einu stig meira en árið áður þegar þið vinnur deildina og eru enga síður stig á eftir Val sem að sigrar. Hvað gerist þarna? Voru Valsmenn einfallega of sterkir eða líka eitthvað hjá ykkur? Eða? Já, við verðum náttúrulega viðurkennt það lítur eitthvað að bíla hjá okkur vegna þess að við vorum ekki með lagar liðum Valur, en Valur var með geggjalið og Valur hafði verið svona eld okkur árið áður líka. Þetta er Willum eða ekki? Jú, Willum. Og það, ég meina, auðvitað er það þannig að þú getur ekki unnið alltaf. Nei. Þá er fínt talent í öðru sæti líka. Já, sko, en við vorum samt, sko, auðvitað ætluðum við að vinna, það var engin spurning um það og ég man svo sem ekki ekkert af hverju vinnum mikið, við bara, Valur var með frábært lið líka, sko, og eins og ég sagði, þeir höfðu verið líka með gott lið árið áður, en þá gengur hlutinir okkar megin og nú gengur þeirra megin. En samt fínt ár, við áttum fínt ár, við erum byggameistar líka. Einmitt. Það ekki? Byggameistar. Þannig að Þvílíkur skellur maður, bara annars að þetta deild og byggar sko. Ein mynd í bókinni sem er geðveik aftur mynd af Arnar og Bjarka við hliðin á Óla og einhverjum fjórðum maður, glemum hver það finnum myndina, eins og að Arnar og Bjarki séu dálítið að kaupa F-liðið og þið séu hansalega þessu. Já, í jakkafötunum hann glæsir þið sko. Og þið ætluðu að halda einhvern leynilega fund þar sem ætlaðu að sæna á en þeir mættu á einhverjum 30 milljóna bílum og eitthvað. Þeir mættu á sérsveitabílunum sínum sem tveimur löngu hvað heitar og ég man ekki hvað heitar og þeir tóku nánast alls plásið í götunni. Það er að vissu allir hverju voru fundið með þér. En það var svolítið gana því að kona mín, hún kendi þeim sem krökkum sko. Já, alveg rétt. Og þegar þeir komu heim á fundin til mín, yfirleitt sagði ég bara leikmann að koma heim til mín. Á fund, nema þegar ég mátti ekki tala við þá þurfti ég að fara einhverja aðra leiði þegar voru samningsmönnir og ekki runn út af samningur og þá þurfti maður að fara einhverja krókaleið en yfirleitt bara fekk ég það heim og afgreiddi hlutina og þeir komu heim og þeir sátu þar í sko ábyggilega 5 tíma og þeir náttúrulega töluðu bara á konuna sko. Þeir sagði, Óli, þetta er ekki náttúrulega, við klárum þetta er komið. Svo fóru þeir bara að tala við konuna þessi ár sem að þeir voru að kenna þeim sko. Og ég hef nú oft sagt að við konuna og Bjössi líka. Talum ekki, já. Já, Bjössi, oft sagt að hann og Bjössi líka þegar stundu þegar Arnar Gunnarsson er að tjá sig í senlandsstjálfari og þjálfari Víkings þá var hann ekki alltaf, hann var steipa sem kom út úr honum. þá sagði Bjössi oft og ég líka, Tíu Guðni hefur ekki kent hann um íslenskuna. Þannig að það þeir voru náttúrulega algjörir eðalmenn, báðir tveir og eru það en þetta er dag, þetta er algjörir topp drengir. Þú líklega sást þegar Arnar mætir þetta heimtíðin árið 2007, þú hugsaðir ekki, þetta verður landsliðsþjálfari eftir 18 ár? Nei, það hugsaði ég ekki og ekki að ég hefði líka. Nei, ég átti nú ekki vona því, ég verður nú að viðurkenna það, ég hefði sko Trú og ýmsu öðru. Því Bjarki var eiginlega svona meiri Arnar talaði nú ekkert mjög mikið. Nei. Ekki nema þá við Bjarka, hann skama reist alltaf í honum en hann heldur betur búin að farsalega feril bæði sem náttúrulega leikmaður og nú setna á sem þjálfari, algjörlega. Já. Óli hefur liftið mæknum að ég held að það verður betra. Já, þarna. Það erum við góðir.
Þú rifjar upp í bókinni samtal sem átt þarna við eftir þetta tímil við Jón Rúnar Halldórsson og nú opnast gæsalapir, nú tala ég, ekki þú. Ég tek þessar ákvarðanir og ég ætla að stýra því hvernig þetta fer fram. Þú talar ekki neitt. Varstu þarna því að ég spurði þig rétt áðan varandi hvaða leikmenn þú fékkst og annað var komið eitthvað annað hljóð í skrokkinn þarna? Þegar ég sagði þetta? Já, þá meina ég bara kannski þetta ár, 2007, meina, vorum að tala um 2004, 2005, þá stýrið þú öllu og... Já, við, sko, ekki það, Jón Rúnar var frábær sem formaður og gerði náttúrulega frábæra hluti og fekk þessa leikmenn og bara var fínn drengur í þessu en hann nú eins og ég, það við erum báðir skapmiklir og báðir frekir og sennilega er hann frekar en ég. Þannig að við áttum oft og korpuðum með ýmsa hluti, það var bara eins og það var og svona mér fannst of mikið að mínu tíma fara í að rífast hluti sem að ég átti ekki þurfa að rífast. Já, máttu nefna dæmi, hvaða hluti sem að koma þjálfar ekki við? Nei, sem koma þjálfar ekki við? Sem að, vera að rífast hluti sem að... Já, ég meina bara hvaða leikmenn ég að fá og hvernig ég vilji hvernig ég vilji hafa bara leikmannahópin og hvernig ég vilji ráðstafa þeim hlutum. Það er alfarið í höndu þjálfarsins mér. Og eins og ég segi, ég er ábyrgur fyrir því og ef það er ekki sátti með þá geta það látt mig fara en mér fannst hann svona einhvern tíma vildi að tala við leikmannahópi, ég vildi það ekki, ég vil ekkert að þeir sé að tala við þá, ég skal tala við leikmannahópin. Þannig það var svona smá tókstrætt á milli okkar þarna. Já, er það ekki líka bara þannig burt sér frá eitthvað sé Jón Rúnar eða einhver annar að ef þú treystir ekki þjálfaranum til að vera með leikmannahópin þá kannski bara alveg eins gott að hann fari eða? Jú, ef þú bara treystir þjálfaranum ekki til að þjálfa liðið, þá náttúrulega þá áttu skipt út þjálfaranum. Það er bara þannig. Klart. Já, grillmarkaðurinn. Já. Við erum auðvitað með desember tilbúið. Jólamatseðill á grillmarkaðurum og sælar. Já, og það er alltaf gaman að fá svona eitthvað aðeins öðruvísi, brjóta upp skammdegið og þeir eru auðvitað snillingar hérna kokkarnir á grillmarkanum. Maður komir alltaf óvart. Já. Þú veit stundum að pikka í það og spyrja hvernig anskotar ná að gera svona góða mat. Já, þeir tala alltaf um hráefni. Já, ég veit. En talandi um gott hráefni, orka náttúrunnar. Já, vá. Þeir nýta sjálfbæra orku sem við Íslendingar eigum að ábyrgan hátt. Fáðu betri kjör með heimilissamagni og einfaldara heimilisleðslu og sjálfbærari orkuframleiðslu. Já. Það er okkar menn í ON. Þú þekkir það á appelsínugula litnum. Rétt. Og svo fyrst ég er að minnast á veitingastæði. Og vorum að tala vel um landsbyggðina á hann. Já, við vorum að gera það. Við vorum að tala um það að það væri... Betra fólk þar. Já, þetta er ekkert flóknara. Það er bara betra fólk þar. Og það er líka góð fólki fylgir góðu matur. Og í listigarunum á Akureyri er að finna falda perlu. Og það er list Akureyri veitingastæður. Það sem þú getur kíkt í kalda á dælu. 2 fyrir 1. Það er 2 fyrir 1. Ef þú segir að Kat hafi sendt þig. Rétt. Það er C.A.D. En það er náttúrulega ekki bara kaldur þarna, þeir bjóða på mat, kaffi, vín og súkkulaði og maturinn þarna, hann er í þvælinni. Ég ætla ekki að fjölir um það því að það geti tekið sína stund. Já. Af því að við erum komnir að brotthvarfinu frá FH og opnast nú gæsalappir. Eftir bikarúrslitaleikin vissi ég að ég er ekki áfram með FH. Akkur vissur það? Ég var múin að ákveða það. Okay. Akkur varstu múin að ákveða það? Að því, það var ekki að vera að segja þann, ég var orðin, ég var þreyttur, mér varst fara of mikil orka í það að vera að raflega hlutin skiptingmáli. Sem mér fannst, eins og ég var að tala á honum í samtöðstjórna, mér fannst ég stundum ekki þurfa að vera að eyða mínum tíma í að ræða hluti sem ég fannst sjálfstæður. Sko, þetta er mjög áhugavert sem kemur fram hann í bókinni og við viljum ekki spoila of mikið og við reynum að passa það í handritinu að við erum að rekja ferlinn en þið verður samt að lesa bókina til að fá að vita alla 360 gráðurnar. En þar kemur fram fundur sem átt með Jóni Rúnari mitt eftir tímabilið. Það sem að þú tilkynnar eiginlega að þú setja pæli að hætta og í bókinni segir hérna, mér fannst þið vera að taka mér ákveðið völd sem ég hafði þótt þeir væru farnir að skipta sér af hlutum sem þeir áttu ekki að skipta sér af og þá fóru taugarnar á mér. Þú tilkynnar að allar hætta og hann sagði bara flott. Hann var ekkert að reyna að mótmæla því eða neitt slíkt.
Nei, mér fannst ég hitt hann, við fórum út saman að borða, ég held reyndar að ég væri að fara að borða með allir stjórninni en við áttum ágætt stund þar og þar var ákvæðið það að eða ég sagði hann það, ég ætla að væri að hætta og hann sagði bara, já, það er bara frábært og takk fyrir. Sko, það er eitt sem að ég hjó eftir líka í þessum kafla í bókinni, það sem þú talar að það hafa verið eitthvað fjárhagsvandræði á deildinni sem er áhugavert. Nú þekki ég hvernig Evrópupeningar voru þarna, hún ætla búin að fara með liði Evrópu mörg ári röð, Íslandsmeistaratitla 3 ári röð og svo annarsæti, bikarmeistaratitill. Hvernig eru fjárhagsvandræði þegar árangurinn er svona góður? Og þeir tala með bókinni að skulduðu pening og fleira. Já, ég sagði nú alltaf við þá að ég vilja borga í leikmannum fyrst áður en fara að reyna að borga mér. En árin hjá FH voru erfið fjárhagslega, öll árin, alltaf. Ég held að, já, þrátt fyrir góðan árangur, við höfum sennilega verið með dýrt lið, mér finnst það líklegt. En Evrópupeningarnir kannski ekki jafn miklir og í dag? Nei, ekki nema brota því, og eins og ég sagði, eins og við vorum að tala um á hann að við fórum kannski ekki eins langt og hægt var á, og gert í dag og þannig að það var oft peningalega erfitt. Já. En, já, kannski bara til að slúta þess að þetta brotthvarf frá FH gengur líklega fáránlega sóttu frá borði? Já, ég var náttúrulega geggjaður tími og bara frábært og það sem náttúrulega stendur upp úr er allt fólki sem ég kynntist þar og allt fólki sem ég bara var í kringum FH og áhorfendur sem kom á leiki, við áttum náttúrulega geggjaða stuðningsmenn. FH mafían, Halli Bottlið. Þetta var bara frábært, þetta voru svo skemmtilega ár. Já. Og þessi bestu ár hérna hjá okkur þá komuður inn í klef eftir leikinn hljóðfærin og sungu og spiluðu og trallað Það var eitt sem ég glemt að spyrja þegar vinni Káan úti 2004 að vera Íslandsmeistarar. Þú talar um í bókinni, það er líklega bara eitt besta kvöld sem voru upplifað eitthvað. Já, það var ógjörlega gaman. Það voru nokkri kaldir þar? Já, það var ógjörlega skemmtilegt. Það var geggjustund og það var bara svolítið gaman að við flugum heim eftir leik, við fórum fyrst frá Kea og tralluðum þar aðeins, með hún býtti í vélinni. En það var alltaf svo mikið fólki sem hafði komið norður. Já, 700 F-fangar. Og það þurfti að flýta sér suður vegna þess að það var móttaka í Kaplakrika. Já. Og það, ég meina við flugum, þeir stöðt að keyra og það voru réttir held ég hérna á leiðinni þannig að það var þvílík töf og umferðinni. og svo kvöldið upp í Kaplakrika var náttúrulega stórkostlega. Já, það hefur verið sungið eitthvað fram á nótt. Og allt fólki sem kom, þetta var upphafið af þessu góðari sem var þá og er einhver leitað þá. Já. Þá erum við komin að landsliðinu 2007 til 2011 og það eru dænátt ef þú ætti eftir að klára jólagjafirnar, þá gæti það verið bókin hans Óla og svo rafrænt gjafabrjóð ofan á henni. Já, gæti mögulega lauma rafrænt gjafabrjóðinu ofan á bókina. Hún fer nú ekki mikið fyrir því en gleður enga síður. Geðu upplifun í jólagjöf. Ótal veitingastöðum. Geðu upplifun. En manstu hvað var stattur þegar Geir Þorsteinsson þáverandi formaður KSÍ bjallaði og vildi fá þinn sem landsliðsþjálfara? Nei, það man ég ekki. Ég get svarið. Manstu þetta símtála? Þetta hef ég ekki fengið áður. Nei, við erum dóttir. Já, hörðu, ég hérna... Mækin, já. Já, nei, ég man það ekki. Og þetta var svo fjarri því sem ég var að hugsa að þetta gæti komið upp. Ég var ekkert að pæla í hvað ég ætlaði að fara að gera. Ég bara ekki neitt. Jú, svo fekk ég símtali og ég svona... Þetta var náttúrulega geggið að fá tilbúið þetta. En varstu ekki, af því að nú getum við sagt allt, það er allt fint og þú ert hættu sem þjálfari kannski. Hann var náttúrulega ekki búið að ganga vel í landsliðinu, veit að náttúrulega eitthvað samningarna eftir. Ég er ekki að segja að það hefur verið að bíða eftir hann er látið fara eða eitthvað, en það er búin að skila þessum frábær árangur hjá FH og þú vissir að næsta starfstilboð er þið gott eða ekki? Jú, já, ég pældi ekki í því. Nei. Sko, málið hefur alltaf verið það. Ég hef alltaf unni með þjálfuninni. Þannig þannig það breytist... Við erum ekkert mann að koma inn að það, sko. Þannig það breytist í sjálfsög ekkert, ég bara fór að vinna. Varstu að smíða? Ég var alltaf að smíða. Þannig það var ekkert, ég hafði reyndar að
kannski, ég var náttúrulega yfirleitt alltaf sjálfur mér, þannig ég gat stjórnaði svolítið og vann kannski lítið yfir meðan tímabil stóð yfir en þannig að það var engin stór breyting þannig Nei. Ekki fyrir, svo ringdi hann í mig, jú, ég man eftir símtalinu. Já, hvort skemmtilega þjálfið að smíða? Það svona, beggja plans mjög gott. Það vinnum við saman, já. Þetta var, einhvern tímann hef ég sett með þetta landsliðsþjálfara starfa, þetta eitt geggjasta starf sem maður getur fengið með svo í þjálfunni. Ef að sér helvitis leikir væri ekki. Þetta góð laun og skemmtileg, sko. En það var, ég sagði þetta stundum. Nei, það var og ég fór og hitt hann og spjallaði við hann og svo hittist við aftur og þá gengum við frá þessu. Þetta náttúrulega stór stærsti starfi á Íslandi sem þjálfara getur fengið og ég náttúrulega mjög stoltur af því að hafa verið það og var geggjaður tími og bara mjög gaman. Já. Þegar þú tekur við hópnum þá liðið á skrýtnum tímum og talar það í bókinni, það var svo þungt í klefanum, allir með heyrnartól á höfðinu og horfandi út í loftið, það var enginn að berja en áfram með að hvetja hvern annan. Nei, við fórum hérna í fyrsta leik í Danmörku og okkur fannst það svona eftir á bara fljótlega þegar við fórum aðeins að ræða saman, ég, Bjarni og Pétur, að þetta var svona hálfdautt eitthvað og það var ekki lið sko, það var bara hver í sínu horni og þannig að þetta var svolítið sjokk, þetta var ekki eins og félagslið, langur vegur frá því. Og fannst þið kannski smá eins og menn hafi verið einhvern veginn að gera þetta frekar að skyldu sinni heldur en þetta væri einhverju passion? Já, geti verið hafa virkað þannig. Já. En það var svolítið sjokk fyrir okkur og við rættu þetta, hvernig við getum hugsað að reynda að breyta þessu, þetta var alltaf fyrst sem þetta breyta. En það hefur líklega verið alvöru viðbrigði fyrir þig að fara úr FH, þannig að byggja upp alvöru dænastí lið í að taka við, ég ætla ekki að kalla landsliðið bútasaumsteppi, en þá tekur við bara við alls konar einstaklingum, einhvern veginn átt á að smetla saman, hittir þá 4-6 ári, það er strax bara, þetta eitthvað allt annað, skrinslið. Já, en það sem að náttúrulega það hlýtur að vera mjög gaman, þú getur valið bestu leikmenn sem til til að spila fyrir því og það var náttúrulega það sem að ég sá við þetta, ég gæti valið bara sjálfur hvaða leikmenn myndi fá. Oftast, já, reyndar oftast og það náttúrulega er plús, en þú kannski kynnist þeim lítið, því þú ert lítið með þeim og fylgist lítið með þeim á æfingum og svona, þannig að það svona á móti var því að allan minn feril hef ég lagt meira svona upp úr því að kynnast aðeins leikmönnum og hvernig andinn í honum er og svona, og sem skiptir miklu máli fyrir mig. Er ekki líka erfitt bara að vera landsliðsþjálfari og bara klára hennar danaleik og þá er bara hálft ári næsta leika, ég veit ekki hvað það var sko, hvað fyrir maður að gera? Fyrir maður að ég fer að horfa á alla leikmennina sem spila í Íslandi Já, þetta góð spurning vegna þess að ég tók eftir því að Arnar sagði sko að hann hefði ekki nóg mikinn tíma. Einmitt. Ég hafði svo mikinn tíma að ég vissi ekki eins og hvað ég átti að gera sko, þá var reyndar öll þessi tækni ekki mikil eins og hún í dag en það var þó eitthvað komið að henni en jú, auðvitað en ég hélt bara að horfa að smíða ég var ekkert að flækja þetta það er endar helviti þægilegt að vera svo bara besti smiðurlandsins líka það var svo sem ekkert flókið en jú, það er auðvitað var maður að fór ég og horfði á leiki út í heimi hjá strákunum og hitt einhverja og svona var Jú, það var reglulega skemmtilega tími. Já, þú talar líka það í bókinni að talaðu að Yngvi var snillingur að búi til nöfn á köflunum sko, að starfið sem landsliðsþjálfari og varst eitthvað þegar aldrei minna en 2 metra frá Víni sko, búið til Íran í einhverju penthouse-svítu og eitthvað, er þetta ekki algjör veistla að vera landsliðsþjálfari?
Þú mást hvað ég sagði á hann, sko, ef þessi leikir hefði ekki verið, þá var þetta geggjað jobb. Nei, jú, það var, auðvitað fór ég á fullt af ráðstefnum og annað og það var eins og frækt í þessum fótboltaheimi og það var stutt alls þar í Vín. Það óvægt að segja það á þessum ráðstefnum og í þessum hléum og svona, það var alltaf rauður dreigill og svona, það var, ég ekki að segja það að menn hafi notað það alltaf, sko. Nei. En það var aldrei langt í það. Nei, ég myndi pluma með ágætlega þessu starfveldi. Sko, mér langar að tala eitt sem að reyndar var svo, ég ekki að spóla bókinu núna því að það var byrt fréttir og svo vísi úr bókinni. Eiður var langstæsta nafn sem ég hafði þjálfað, stór í heimsfótboltanum og það engin vafi að hann hæfileikaríkasti leikmaður sem ég þjálfaði á ferlinum. Hann var Evrópumeistarinn Barcelona og þótt hann hafi ekki alltaf verið fastamæri liðinu spilaði hann reglulega með því. Það var ekki erfitt að þjálfa Eið og hann var ljúfur sem lamb, það var oft erfitt að ná í Eið. Sko, þessi fíluferðarna til London, Eiður náttúrulega þetta búin að vera þjálfaðar af Jose Mourinho, Pep Guardiola og fleirum. Við erum að tala fyrir þættinum að maður vill hafa bestu leikmennar með sér í liði. Hann var með við bókina oft ansi bara nálægt í að hætta í landsliðinu og nefndi sig ekki lengur. Já, það var, já, ég veit það nú ekki alveg beint, sko, það verið þannig, en ég fór hérna alltaf Bjarnar talaði sem hann út í Englandi, ég neita því ekki og ég fann hann ekki. Og þú fórst bara til að hitta hann? Já, sko, það er kannski ekki alveg beint þannig, ég ætla að sjá nokkra leiki hann í Englandi, ég fór, sko, Gylfi Sigurðsson var í Englandi hann hjá Redding og ég og pabbi hans eru góðu vinnir. Já, Siggjala. Þannig ég var oft hjá Sigga í nokkra daga. Já. Fórum í golf og fórum á leiki hér og þar. Já. Og þetta var svona í þeirri ferð, þá ætlaði ég að fara og hitta Eið aðeins. En ég náði ekki á hann. Nei. Hvernig voru, já? Þrátt fyrir að hafa reynt það og þá var helviti fúll eftir það, ég get alveg viðurkennt það, það sat aðeins í mér. Eðlilega. Hvað ég ætti að gera í því sambandi, en eftir að hafa ráðfært mig við mína félaga og vini, þá leysti ég það með honum, seinna mér. Finnst þér kannski, og þú talar það í bókinni, auðvitað þarna eins og ég nefndi á hann, Eiður búin að þjálfa Mourinho og Guardiola og svo náttúrulega fleiri leikmenn að spila í góðum liðum og við höfum oft spurt það í þættinu, við fengið gamla leikmenn af hverju, að því að á pappír var þetta bara fínasta lið, margir að spila í sterkur liðum, auðvitað að horfa í baksýnisspegilinn, heldur einhvern veginn að menn hafi hort á að Ólafur Jóhannesson væri bara einhverju þjálfari sem var að þjálfa Skallagrím og var að þjálfa Íslandi og gaf ekki nægilega mikla vinningu. Já, sko, það er mjög auðvelt að segja það og það er mjög auðvelt að hugsa það líka og það er nú þannig líka í þessum íþróttaheimi. Ef þú talar útlensku þá kemstu upp með ýmislegt. Já. Og ýmislegt sem við þessu íslensku komast ekki upp með. Þannig ég held að það sé margt til í þessu. Já. Að ég hef ekki kannski fengið þá virðingu frá mörgum leikmönnum sem þeir þurfa að sína þjálfara sín. En þá verð ég varstu með eitthvað lögur? Ég klára það sem þú ætlar að segja. Nei, ég ætlaði bara að spyrja að því að við erum að fara fram og tilbaka þessu þetta er geðvikt. Arnar Gunnlaugsson núna tekið við liðinu, núna ára 2025, maður myndi halda heimsfótboltinn að það farið með þess að enn lengra frá íslenska boltanum, á þetta eitthvað að virka núna? Sko, ég held að ég hafi verið með ágætstök á þessum yngri leikmennum sem ég valdi svo seinna. Og það ekki það nákvæmlega það sem Arnar er að gera? Já. Er hann ekki með eitthvað svona svipaða pælingu með yngri leikmenn? Ég held að þeir, margir af þessum leikmenn sem ég hef með, voru búin að vera lengi í landsliðinu. Svo á einhverju tímapunkti þegar við veljum þó nokkuð slatt af ungu leikmennum, þá hvarf þetta, fannst mér. Fengum við mikið meira út úr hópnum. Er það ekki það sama og Arnar að gera núna? Ég held að það sé svona... Já. Mér finnst það svona einhver sama sem merkir með þessu. Klart. Sko, mér langar bara aðeins, eins og þú talar Birgir, að þau verðum að fara fram og tilbaka hérna, mér langar aðeins að klára með Eið, þannig að þegar þú fer út til London og heitir hann og nærði ekki á hann og líka búin að ræða fyrir þættinu með að kannski stofna ekki til Íslanda við besta leikmann í liðinu. En hvað fór í gegnum hausinn á þér eftir þetta? Þannig að sviptir hann bandinu, en þetta í huga bara setja hann á ís í landsliðinu eða?
Ég var búin, hann var ekki fyrirliði á þessum tíma þegar þetta var. Nei. En ég var búin hemmi var nánast gerður að fyrirliða leið ég tók við. Já. Það fór ímislegt gegnum hausnum mér. Ímislegt. Og það bara eins og gengur ekki þessu á einhverjum tímapunkti var ég hugsa að velja en ekki og svo eins og ég sagði, svo talaði við menn og við fórum yfir hlutina en hann var náttúrulega bara var svo góður í fótbolta og hann var frábær drengur sko, og það. Já. En þarna á þessu tímapunkti var eitthvað sem að trufla þetta og það fór döðan mér. Var þetta, þegar þú varst að þjálfa semst bara á æfingum í landsliðinu þarna og Eiður Smári var í liðinu, hugsaðir bara þetta var náttúrulega kemur bókin þetta besti leikmaður sem þú þjálfa, hugsaðir bara djöfullir þessi gaur góður í fótbolta. Já, við veitum það allir, hann var ég meina hann var að spila um Barcelona sko. Já. Hagaði hann sér þannig á æfingum líka? Já, hann var fínn á æfingum sko. Já, en ég meina hann var keppnismaður, vildi ekki hann nefndi alveg að spila með þessum strákum, hann var ekki bara að hugsa um Barcelona þegar hann var á æfingum. Nei, alls ekki, langt frá því. Hann talar Óli Steili 3 minútur aldrei að mér þegar það svo góð lína í bókinni þess að hann talar að vandamálið við Óla var náttúrulega hann talaði ekki útlensku, talaði bara íslenskuna sko. Og þú talar það opinskátt í bókinni að því að fannst umgjörni kringur landsliðið alls ekki nægilega góð og ekki nógu mikið lagt í þetta. Hvað var það sem að vantaði upp á því að svo kom Lars og þá var allt í taks? Já, það sem ég segi. Ég held að það hafi verið útlenskan sem hjálpaði þar. Já. Og ég held nú líka að KSÍ hafi nú séð það þarna að það var gott lið í höndunum og það var alveg komið tíma að láta útlending taka við liðinu. Ég held, og þeir voru náttúrulega mjög heppni með þann útlending, ekkert smá heppni sko. Lars var náttúrulega frábær. Já, frábær. Þannig ég held að það hafi nú bara verið bara frábær skref fyrir fótbolta að fá hann. En liðið var gott og liðið var, þessi ungu strákar voru konum ekki marga leiki á baki sem að hjálpar þeim í svona löð og þetta var fýtt tími fyrir mig, ég hef gaman að stíma. Já, og bara, af því ég veit að þú er aldrei hlustað á þátt í okkur, þá ætla ég að rifja upp fyrir þér sko að við höfum talað afar vel tímaðinn með landsliðina því að þú blóðgar heldur betur þessa ungu kynslóð og við erum svona að koma á því sem að þetta fíaskó sem verður í kringum undir 21 landslið þegar þeir eru að fara í lokakeppni sem að var kannski svona byrjun að endalokunum hjá þeir í KSÍ og þú tala mjög opinskátt um þetta í bókinni þegar þú færð þú búin að láta Geir þarna þá var þetta formann að vita að þú viljum náttúrulega bara þú ert aðlandsþjálfari, þú varst að tala um að þú var að velja alltaf bestu leikmennina þína nema þarna eða hvað og þarna voru fullt af leikmenni sem þú fékkst ekki að velja og þarna eru með Gylfa, Kolla, Jóa Berg, Birki Bjarna, Eggert Gunnþór og fleiri. Hvernig getur þú farið við þessa atburðar fyrir okkur? Ég meina það var náttúrulega einfalda allandsleikingu fyrir að það var búið að segja mér það og sem var ekkert óeðlilegt heldur. Þannig það og ég veit að það er þannig í dag líka. Já, það myndi halda það. Já, og við tókum fundum þetta það sem þetta var afgreitt og svo 2 mínútur seinna þá breyttist það. Og af hverju það breyttist það ég hef ekki það var sagt að af hverju það breyttist hann sagði það er út af því að stjórn KSÍ hefði tekið það ákvörðun og ég veit að hún tók hann ekki sko. Ég held að hann hafi tekið hann af sjálfur hann hefur fengið pressa á sig út af þessu og ég var reglulega fúll við því. Já. Því það var sko 2 mínútum áður var aldrei neitt vafi og það þurfti ekki svona að ræða þá sem hefði kannski verið besti tími til að ræða þessa hluti og fara yfir og hvernig við ættum að gera þetta og þess að ég gerði mér alveg grein fyrir því að ég var ekki að fara að taka einhverja leikmenn hérna til að láta að setja varamenn vekka mér. Ég vildi þá frekar að spila þessa leiki var ekki við Skota og ég var búin að segja það. Ég myndi bara velja kannski 2-3 kannski sem ég myndi hafa í byrjunlunni hjá mér. En eftir þetta var þetta svona orðið svolítið þungt og ég var fúll og Já, þú talar í bókinni að þið Geir hafa verið að taka nokkra kalda saman og hann hefði bara rekið. Já, við svona lendum í einhverju orrahríð einhvers staðar út í heimi. Já. Og þá vildi hann að ég hætti.
en ég gengd honum ekki. Nei. Já, það er aðeins meira til að reka mig. En aftur og bara Óli Jó blóðgaði ungu leikmennin okkar og ég held að hann er mun stærri þátt allir fólki þessi grein fyrir að við fórum á þessi 2 stórmót EM 2016-2018 til að slútta landsliðinu. Þá langar mig að spyrja þig, eins og þú talar með bókinni, að svona gagnrýnin var á einhverju leyti óvægin og stundum eins og fjölmiðlar að hlökkaði í þeim þegar það gekk illa við landsliðinu. Fannst þér gagnrýnin gagnvart þér og kannski landsliðinu bara heilt yfir vera óvægin? Já, mér fannst það. Sérstaklega gagnvart mér. Hún var oft helvíti erfið maður. En hún var kannski erfiðari fyrir mína fjölskyldu heldur en mig. Og það var svona, ég náttúrulega rífkjaft og er oft svona dónalegur við blaðamenn, ég hef verið það, ég veit það alveg. Sagt ýmislegt sem ég átti kannski ekki að segja, en það er að fara að ræða það núna. En mér fannst, það var til dæmis, það þótti mjög vinsælt að tala við þá sem ég valdi ekki. Einmitt. Sem að reynda að skipta engu máli. Þeir voru alltaf með viðtal við þá. Til þess að, sko, það er náttúrulega bara til þess að vegna þess að, sko, það er nóg erfitt að vera varmar, það fólk að vera varmar, þú ert alltaf óvana með það, en ef þú ert ekki valinn, þá ert ennþá óvanari. Já. Þannig að þeir fóru í þá sem voru óvanaðastir. Tók alltaf viðtal við þá. Og þeir, sumir þeir sáðu ýmislegt. Og það er líka þannig að það er engin varamaður sem er sáttur. Nei, á ekki vera það heldur. Nei. Ekki þannig, en auðvitað vilja allir spila og þeir sem ekki valdi vilja vera í hóp líka, en það var oft viðtal við þá og þeir, og ég man ég kannski segja það ekki, en ég man bara eftir því að ég fekk mikla gagnrýni og það var oft erfitt, sko. Já, trúið. Og það var oft sem var sagt til mér, nú skaltu þegja, passaði nú á því að þegja. Ég var oft komin helviti nálægt í að segja eitthvað. Já. En áður að halda kúlunu? Já, oftast gerði ég það. Já, klart. Sko, ef við tökum bara stutt haukana sem við tökum við eftir landsliði með fullri virðingu fyrir haukum. Það fá þeir ekki mikil ástíð það. Nei, að fara úr gullaldalið FH í landsliði og kom þér á óvart, sko, hringdi síminn lítið eftir landsliðið eða? Nýbúin að gera FH 3-földum Íslandsmeisturum og þjálfa landsliðið, þetta er alveg... Já, ég var eiginlega, ég ætlaði nú ekkert að, var það ekki 2009 sem haugarnir ringið, var það strax 2008? Já, það var þannig að ég var eiginlega ákveðin í að fara ekki að þjálfa. Það ætlaði bara að taka mig frí. En ég er nú haugamaður, ólst þar upp og spilaði þar allar mína tíð nánast. Þannig að svo hringdu þeir í mig, góður haugamaður, og sagði ég að koma, og ég, eins og alltaf, ég gat ekki satt nei við hann og fór í það jobb. Og þetta var það náttúrulega mikið stökk frá því að vera í íslenska landslið, en þjálfarstarfið er alltaf eins, þú ert bara þjálfa lið. Og ég var þar í 2 ár, það var skemmtileg tími með Bjössa, það var helviti skemmtileg, það var fyrsta skil sem við Bjössunum saman og það létti manni lund að vera með hann nálægt sér, þannig að ég komst í gegnum það. Margt sem gerist á þessum tíma, sko, endi í 5. sæti fyrsta tímabilið með 33 stig eftir 22 leiki og svo í 3. sæti með 42 stig eftir 22 leiki og tapið af markatölu. Víkingar vinna Völsung 16-0 í lokaleiknum og komast upp fyrir ykkur. Var maðkur í misfunni þar? Bóttið. 16-0? Já, ég hef alltaf sagt að það hafi, ég held að þetta séu stæðst úrslit í þessari deild í bara, ég held bara frá því hún var stofnuð, held ég. Já. Og ég held að hafa ekkert komist nálægt í síðan, ég veit það ekki, ég held ekki. Ég er eiginlega viss um það, það var ekki eins og átt að vera. Það var endar í næst síðustu umferð sem þessi leikur fór fram. En við vorum, sko, þegar voru 2 umferð eftir, þá var ég viss um að við færum upp. Þá áttum við eftir að spila 2 leiki og ég viss að við myndum alltaf að vinna þá. Og við myndum alltaf verða fyrir ofan Víking og markatölu.
og fyrir ofan hinn þetta aldrei eins þess Og þú segir, þeir getur skora 16 mútið völunum. Nei, ég var hugsaði það ekki en svo bara kom þetta og Hversu brjálaður varstu? Já, mann hlýtur að svoði. Nei, ég meina ég get ekkert ég var ekki þannig sko, það var ekki þannig að ég var eitthvað vitlaust yfir þessu, þetta var bara það sem gerðist en alveg eins og þið vitið og allir vita þá var þetta mjög óeðlileg úrslit. Já, mjög. Annað sem okkur langar að nefna, þetta auðvitað góðurinn þáttarins, jafnvel sá besti Viktor Illugason, hann sóttur þarna þegar þú mendir í Haugana. Skrautlegu karakter eða hvað? Já, hann var einn af þeim sem ég var að tala um það sem var svona léttruglaður og skemmtilegir og við leyfðum honum að vera til og þetta eru svona karakterar sem eru nauðsynlegir. Besta sæning á ferlinum? Besta sæning á ferlinum? Ég er ekki alveg sammála því en hann var frábær með okkur og bara virkilega gaman að kynast honum. Þetta er Já, það er mikill meistari. Það er svo gaman að þessum mönnum sem er ekki eins og allir aðrir og eru svona þora aðeins að vera öðruvísi og Við erum mögulega að fara að koma einum eftir. Þetta eru þeir sem við sem við mann eftir. Já, það var leiðið ef allir var eins. Það var drefnilega. En hann var reyndist okkur vel. Já. Við erum konur að val frá 2014 til 2019 og við þurfum að alltaf vel að spöða núna því við hefum alltaf rittarspurningarnar eftir maður. Já, vá. Hvað erum við búin með 1.40? Já, það skotgengur hjá okkur. Það skotgengur hjá okkur. Við erum að taka 40 ára og, já. Happatreyjur besta leiðin til þess að stækka treyjusafnið mitt. Þú velur bara stærð pantar á síðinu og færð þína treyju afhenta innan 3 daga. Maður er auðvitað komið með frá Tyrklandi, frá Englandi, Skotlandi. Já. Þannig að Kína á ég líka, gaman að þessu sko. Maður færi úr öllum áttum og happatreyjur tilvalin í ólögjöf. Baðst þú ekkert treyju frá leikmanni? Já, þessi er góð. Fékk ég treyju? Já. Með landsliðið? Nei. Ég fikk aldrei treyju. Nei. Það kemur enda lítið óvart sko. Ég ekki sem muni eftir. Skiptir einhvern tímann vindjakka við þjálfara? Nei. En tókstu einhvern tímann redd með þjálfurum eftir leiki? Já. Var einhver þjálfur sem var þetta hefð hjá okkur? Já, það var svona komið smá hefð átt hjá okkur að fá sér kannski eitt bjór, fá sér bjór eða rauðvin og jú, það var á tíðanbili en þetta var áður fyrr sko, þá voru karakterar í þjálfun, nú er þetta meira svona tölvunördar og jakkafatagæja sko, þetta er aðeins öðruvísi dag heldur að var. Með hverjum fór svona best á? Það var náttúrulega ég átti náttúrulega Guðjón Þórðarsson var náttúrulega einstakamöður sko, var náttúrulega ekkert smá gamla rugla með honum og svo var Bjarni Jó var alltaf frábær, Willum og Kjartan Másson og Keflavík og geggjaði menn sko, þetta eru karakterar sko. Og var þetta bara eins og í bolta, bara rifist á hliðalínni og svo bara drukkið rauðin í samlindi? Já. Það var allt gleymt. Það var allt gleymt og það er náttúrulega leikur, en bara leikur, svo var það búið. Já. Hjá flestum var það þannig. Það var ekki alveg hjá öllum. Nei, já, við erum komin á Hlíðarenda. Við erum komin þangað og það er Apró sem að bjóða okkur upp á Hlíðarenda í þetta skiptið. Hugbúna þróun örugg og áræðanleg kerfi sem að einfaldlega virka. Skýjaþjónustu og ráðgjöf og að sjálfsögðu, ég fæ ekki nóðið að minnast á þetta, vottaður AFS samstarfsaðili. Það er stórt. Amazon Web Services. Takk. Þeir vinna líka með Azure og Google Cloud að sjálfsögðu. Óli Jó er að vinna þar. Já. Sko, þegar þú kemur við sögu hjá Val 2014, á hvað stað eru þeir þarna sem klúbbur? Líklega ekki fasteinafélag eða eitthvað? Nei, auðvitað Valur eitt að reisa félagum í Íslandi. Og ég var eiginlega búinn að ákveða þetta á ráður þegar ég fór frá Haugum og sagði Bjössa að þú tekur Haugana núna og svo græjar það við fyrir mig Val næsta ár. Það takk mig frí 1 ár og svo tökum við Val. Og það gekk eftir og Valur var nú svona, var ekki bara, ég held að það hefði búin að vera í 5. sæti einhver 2-3 ára undan. Og var svona svolítið lemstralið þegar við förum þangað.
og fjárhagsstaðan ekkert sérstök. Nei. En voru tímar framundan sem menn töldu gæti orðið góðir. Já, það voru hvað lóðið komna þarna. Já, það var svona við vorum svona kortir frá því að verða mjög ríkir. Já, þeir voru það kortir frá því að verða ríkir. Þannig að við en bara stórt verkefni og við bara ákváðum það að hendum okkur í það í Bjössi. Heldur betur, og 2015 þá endið aftur í 5. sæti deildinni en vinnið þetta KR í bikarúrslitum. Bjarni Guðjóns þjálfari þarna. Hvað var leiðilegt? Rétt eins og ég FH byrjar að krafti og strax búin að skila málum í hús. Himinninn er blár og Óli Jó skila titlu, það er eins og það er. Fannstu þarna, ég spurði á hann út í FH, fannstu þarna eins og með 2003 tímabilið heilandi í öðru sæti, þarna búin að vinna bikartitilinn, 5. sæti, já, ég get búið í dænast í hérna eins og í FH. Já, það var, við vorum með, þetta var fínn hópur og fínt lið og högur í fólkinni kringum okkur, algjörlega. Þannig að við sáum alveg fram á það að við getum búið til geggja lið þarna. Já. Og svo endið aftur í 5. sæti 2016, en að sjálfsögðu náttúrulega vinni bikarinn líka. Var auðvitað að móta vera lið í bikarinn með það? Sko, fyrra ári í deildinni vorum við nú bara svona nokkuð tryggir í þessi 5. sæti, það var ekkert meir í gangi þá. Nei. Seinna árið þá styrktum við okkur nú svolítið. Já. Og ætluðum okkur að gera betur í deildinni, en þá einhverju hluta vegna það er svolítið hættulegt þessi bikari spilar bikarúrslit spilar í miðju tímabili og þegar vinnu bikar það er alveg típist eins og með Vestramenn. Já, einmitt. Sko þeir get ekki gert meira. Nei. Og þá bara slöknar á stámannum og okkur Bjössi fannst það í bæði skiptin hann þegar við urðum bikarmeistarar í hvað var ágúst eitthvað svoleiðis. Þá svona þá voru menn svona ánægði með það sem komið var. Svo vorum við kannski ekki með nógu gott lið til að verða meistarar en mér fannst við sérstaklega seinna árið áttum að geta gert betur. Hvort finnst þið meira afrek bara burt sér frá þínum árangri þarna en að vinna bikarinn samanborið við að lenda bara í öðru eða þriðja, fjóra sæti deild? Tekur maður ekki alltaf bikar frekar eða? Jú, ég held að það sé nú. Það er keppt þessar þetta er nú tveir stærstu titlarnir á Íslandi, Íslandsmeistari og bikarmeistari, þannig að jú, auðvitað tekur maður það frekar heldur en annað sæti vegna það gefur líka Evrópukeppni, sko, meiri penning. Já, smakka málmi. 2017 stút í Íslandmótinu með 50 stig til 22 leiki með 12 stiga mun. Sko, þetta er eitt besta lið sem að ég hef séð spila á Íslandi. Erum við ekki sammála það? Og þarna vissur að þú verður að fara að byggja upp réttu sem FH. Ef við héldum það áðan, þarna varstu bara, já, ég kom með formúluna þarna og peningandi kannski byrjar að streyma inn. Já, við vorum peningarnir voru komin inn þannig að það var vel sterkir fjárhagslega. Jú, við vorum með geggjalið þarna, geggjaði leikmenn og auðvitað fundum við það og sáum það við vorum náttúrulega með lið í höndunum sem gæti farið ansið langt á næstu árum, sko. Já. Það var ekki á því og það er líka, sko, eins og ég sagði áðan, sko, það er svo það er auðvitað að ná í góða leikmenn og það sem er oft kunstið þú að ná í góða leikmenn að bestu leikmenn í liðunum þeir vilja alltaf fá betri leikmenn í liði. Það er góðu leikmaður ef þú ert að spila sem góðu leikmaður þú vilt fá góða leikmenn í liði líka á móti til þess að gera það ennþá betra. Þó að segja þeirra stöðu eða? Ég meni, ég er best bara fyrir minni stöðu, sko. Það tekur ekki stöðuna mér. Það er bara stöðan einhvers annar stöður. Þannig að þessi hugsun, þegar leikmennir þessi bestu eru fallar hugsun þá getur þið tekið inn hvað sem er nánast. Það er allir ánægð með það, það er nú góður. Hafa þeir eitthvað hvaða máli skiptir það að leikmaður vilja fá aðra sterkja leikmenn? Nei, sko, þú spyrð ekki leikmennina því, en bara þegar kemur svona andlit, þá finna þeirra, sko, frábært að fá þeirra, sko, þessi er góður, sko. Í staðin fyrir einhvern veginn segja, hei, þessi er komið í stöðuna mína. Og þá getur hann farið að sparka einhverja niður og hafa sér svo mjáni, sko. Já, og þarna við höfum margótt spurt í þessu þætti hvernig ætlar að verja hérna titil. Óli Jó gerði hann alltaf listgrein, gerir þetta 2018 líka og svo kannski annað 2018 þarna þegar vinni Íslandmóti með 46 til 22 leiki. Blikarnir mjög flottir þarna undir Adda Grétas.
svo eru þau náttúrulega flautaðir úr leik í Noregi þegar Arnar Sveinn eyðileggur Evrópudrauma ykkar og þú veifar peninga þarna merkinu í UEFA það 2 leikja bann, engin sekt ég spurði á hann hversu brjálega varstu út í 16-0 tapið það var líklega soðið á þér þarna út í þrámteimi Já, við vorum helvíti nálægt í að slá Rosenborg út sem náttúrulega var og kannski eitt af stærstu félagunum í Skandinavíu sem að hefur náttúrulega verið geggja afrek Já Þetta var það grátlegt það var ekkert smásvekkjandi en þetta er moment sem að sko svona er bara fótbolti sem er skemmtilegur og þessi moment sem er líka skemmtileg fyrir alla Hvað fór gegnum hausina þegar ákvæmst að taka money movið? Það er bara eitthvað sem maður gleymir sér Hugsaðir eftir þetta? Ég hef ekki að gera þetta Nei, alveg saman En það var náttúrulega var skandal sko, dómgæslan var skandal sko Já Hún var það nefnilega? Já. Þið fengu ekki við svíti, þið fengu 2? Já, þess vegna gerði ég þetta nú en svo sagði þér á, ég fekk tvekja leikja bann fyrir það en ég fekk ekki peningasekt vegna þess að það stóð í skýrslunni að ég haf verið svo kurteis eftirleik og í öllu þessum aðdraðanda þannig að ég var svo rólegur yfir það sko. Já, ég veit það, eins og þú ert Sko, ef við tölum 2007 tímabilið F á áðan, við erum komin nú til 2019 hjá Val voru menn orðnir og eitthvað of hrókafullir eða voru menn eitthvað mikla fyrir sér Var klefavandamál? Nei, ég held að ég var nú aldrei var við það sem ég held að hafi gerst í bæði þessi skipti þetta er ég búin að hugsa þetta fram og tilbaka og búin að ræða þetta við Björnsson búin að ræða þetta og að þegar að við byrjum að tapa að þá einhvern veginn svona eins og mönnum finnist að titillin sé farin á einhverjum tímapunkti finnst einhverjum mönnum það getur verið bara í 10. Og þá eru menn farin að tökum það bara næsta ár séu nánast hættir sko að gera sér eiginlega vonum að vinna og ég fatt að þetta ekki fyrir við Bjössi sagði þetta og við fórum að hugsa þetta sko að við höfum kannski ekki eða á þessum bæði þessi ár hana að ég hafi kannski ekki verið nógu klókur í að minna menn á það að það væri ekki búið þó þau tapar leikjum af því að öll hín ára sem unnum og unnum við yfirleitt með svolítið góðum yfirbörun nema hana hvað var það 3. ári hjá Val annar ári hjá Val, 1. ári hjá Val en yfirleitt unnum við þá svona við vorum alltaf efstir allan tíman en þarna var komið eitthvað mótlæti og það er svona eins og það hafi að þá er menn einhvern veginn hætt ekki og alltaf bara býða til næsta móti En þú stendur heldur betur við stóru orðin sem við tölum fyrir kvöld með að sjokkara hópin þó þessi er búin að vinna titla og þú sækir hérna Hannes Þór Halldórsson, Gary Martin og Emil Ling ef hlustuðu mundir honum byrjum á því það var alltaf mikið fjarafólk þegar Hannes mætti brúðkaupi hjá Gylfa talaði að það hefði verið samið fyrir tíðanbilið gefur Óli Jóbergut á það bara, ég ætla að fara hérna með tíðanbilið í brúðkaupsferð Og var samið fyrir tímabilið? Það var samið fyrir tímabilið, það er alveg rétt og það var svolítið, hann talaði það að þetta myndi koma upp á tímabilinu og ég var alveg saman það vegna sem ég var með frábæra varamarkmann þannig það var ekki, ég hafði engar ágjörð því og svo þegar þessi stund kom Hannes var middur sko Hann var meiddur í alvörunni? Hann var meiddur í alvörunni, sko, það er ekki... Þú myndir alveg segja það var ekki? Já, ég myndi segja það var ekki, og ég sagði blessaða farðu bara. Ég var eiginlega líka hálfpegin að færi bara. Það var svona eitthvað fjadrafólk í kringum hann og veist, þannig að það var ógætt að fá smá frí frá því. Já, en svo reyndar myndaðist eiginlega bara meira fjadrafólk í kringum þetta, hann er að fara frá liði sem að er í vesinni og annað, sko. Já. En við sem að nálægt þessu stóðu við vissum nákvæmlega hvernig það var. Já, gæsalofnast, það var oft vesen og Hannesi. Hann er góður markverður og það verður aldrei á hann tekið. En hann vildi hafa hlutina aðeins öðruvísi. Var með létta pillur, vildi æfa svona og svona og ég var svolítið þreyttur á þessu. Var hann nýbúinn á EM 2016, HM 2018 og stóðan þreyttur á honum? Já, sko, Hannes
vildi spila öðruvísi og svona var með sínar pælingar í því og það var ekki alveg sama og ég vildi að gerði. Hann vildi náttúrulega, hann var vanur því frá landsliðinu að hafa nánast alltaf 11 mennin í vítateig. Já. Og ég sagði oft við hann að ég vildi halda boltan og ég vildi sækja og svona, þannig að það var svona, það var stundu, ég sagði stundu Bjössi, nú skal þú tala, ég nenni þessu ekki. Þannig en það var ekkert engin ílska í því en eitt svoleiðis og ekkert við rifust ekkert en eitt svoleiðis, það var bara Nei, og líklega besti markmaður í sögu Íslands. Já. Alltaf Íslingalandsins. Kjæsalam ástættur, svo kom Garri Martin og hann einn af þeim erfiðar sem hafa verið í þessu búningsklefum sem ég hef verið í og hann hefur verið í nokkurum að nóli. Hann laði sig alltaf fram í leikjum aðeingum en hann talaði endalaust. Einhvern tíma sagði einhverju við hann, ekki Óli bæði við, Garri, farðu nú að grjóta alltaf kjafti. Þú þarna nýbúin að gera 3 ára samningu, Garri Martin búin að sækja hann, hvenær áttaðir á því að mögulega var heimavinnan ekki nægilega vel Það var mjög fljótlega. Ég er alveg heiðarlega með það. En ég held nú líka sko að við fórum svona á hálfgert fyllir með þennan leikmannahóp sem við tókum hérna á þetta ár sko við valsmenn. Við vorum Það var bara að vera að spreða. Við nánast tókum þessi rauðist. Það var nánast þannig og sko það voru mistök. Það var bara þannig. Það er engin vafa á því. En eins og með Garri sko að við ræddum hann lengi áður við tókum hann og svo letum við slagstanda alveg sem Emil Ling Emil Ling hafði staði sem ég verið með Káa átti fínan feril, við vorum í smá meiðslavesinni og fórum svona nokkurn veginn á taugum bara. Já. Ég meina við vorum með Anton í markinu sem var frábær markmaður, við þurftum ekkert á Hannesi að halda. Nei. Þannig laga sko, þó Hannesi náttúrulega hafði verið aðalmarkmaður og þetta gæti maður ekki sagt nei við þegar hann stóð til boða. En eftir á hyggja var þetta svona hálfgerð fyllir í svitlisa sko. Já. En Garri var skemmtilegur og bara eins og ég er búin að segja á ykkur, þessir gæjar eru náttúrulega ógleymanlegir. Já. Og ég á einhverju tímapunkti þá ég fann það alveg. Það var erfitt fyrir klefan að vera með hann inni. Já. Og hann svona, við vorum að reyna að fá hann til að gera okkur hluti, það gekk mjög illa. Þannig að eftir einhvern fund þá afgreiddi ég það bara með honum að vera best að leita annað. Já, það var áhugaverður fundur. Hann var búin að spila einhverja 3 leiki, skora 2 mörk, ekkert vesen, en þú segir honum að hann megi fara. Það var það. Ég taldi það best fyrir þennan hóp og teldi það en þá hafi verið rétt hjá mér. Þó svo hitt hefði aldrei komið í ljós hvað það gerst eða ekki farið. Já. En svo skorar hann 2 eftirminnileg mörk á móti í Vestmannaeyjum og náttúrulega fagnaði þeim í andlitið á mér sem að var náttúrulega geggja líka vegna þess að þessi gæjar eru skemmtilegir. Sko. Já, enda sem markahungur þetta tímabil liðir enda fjallin, það er algjört aukaatriði. Líka fyrir honum. Sko. Já, honum var alveg saman. En komast reynda næsti áfram í Evrópu þetta tímabil. Tapa verið Sheriff sem er stórlið sem hefur margótt spila í meistaradeildinni. Við erum búin að tala Giving 5 stemminguna í Evrópu en ég ætla bara að halda áfram sko brottræksturinn frá Val eftir þetta tímabil fannst þú ekki að skili meira eftir og alveg eins og við spyrum með F87 auðvitað aðeins öðruvísi en af hverju er Jú, ég sko samningurinn var búinn við Val og ég vildi vera áfram það er ekki launung á því ég vildi vera áfram en eftir fund með forráðmannu þar þá kom það í ljós að þeir vildu það ekki og ég get ekkert gert í því en þannig var það bara og ég fór en mér fannst það fúlt að því ég var þetta ár eina ár sem að kom ég var búin að vera með hvað í 5 ár og búin að vinna 4 titla það var þetta síðasta ár sem ég vann ekki en við náttúrulega komst ekki í Evrópu heldur sko sem að var náttúrulega ömurlegt sko En þér leið ekkert eins og þetta var eitthvað búið, þetta var bara one-off season? Já, og ég var alveg með leikmenn með mér, sko. Ég var aldrei í neinum afa með það. En já, mér fannst það fúlt að fá ekki að taka frá 1 ári viðbútt. Já. En það Valur ekki náð sér síðan. Reyndar Heimi Guðjóns, kóngurinn mætti þarna og skilaði titli, en Valur í Brekku í dag.
Já, þeir eru allavega ekki það sem þeir vilja vera, veit ég. Við nálgumst ófluga árið í ár. Já, við erum að detti það, við ætlum að taka Stjörnuna núna 2020. Skot gengur í okkur. Sko, þú ákveður að fara þangað og þjálfa með Rúnari Páli. Er það rétt skilja á okkur að Stjörnunar hafi verið búin sem sagt að lofa þér að Rúnar Páll væri á leiðinni í annað starf innan félagsins og þú þér aðþjálfari innan skams sem svo raungerist einhvern veginn aldrei? Sko, voru búin að lofa mér því, það er kannski full, en þeir voru búin að segja mér að þeirri þannig. Að hann væri að fara í annað starf og ég myndi taka við. Já. Og mér leist vel á það. Ég var alveg tilbúin í það. Þarna var skemmtilegur hópur og bara gott lið. Og það var bara reglulega gaman að vera með Rúnari. Það var geggjað, sko. Já, við höfum talað um yfirmann knattspyrnumála hérna í kvöld. Hvernig er að vera meðþjálfari? Það er ekki gott. Það er bara ekki gott. Ég get alveg sagt ykkur það. Og ég hérna, það er eiginlega ekki hægt. Og eins og Rúnar og ég eru nú fínir félagar og vinir að þá höfum við ólíka sýn á fótbolta. Þannig lagað. Leikaðferðir. Og það var erfitt samstarf. Já. Og það var mér svo þannig að árið eftir þá vildu þeir hafa okkur áfram og kölluðu mig á fund að tala við mig og já, ég fór að fund með þeim og ég segi, býtu, hvað er Rúnar? Við erum bara að funda með þér. Við erum búin að funda með Rúnar þannig að þeir eru að funda í sig hvað leið og þá fór hann að tala árið næsta og þá saði ég við þá að ég ætla ekki að vera og ég ætlaði mér að segja Rúnar það áður en ég myndi segja þeim það en ég vissi ekki að þeir væri að fara ég held að ég væri að fara að funda með Rúnar líka. En árangurum var fínn og þetta er náttúrulega COVID-tímabilið fræga þegar tímabilinu slútað Já, ég vildi nefnilega að ég slúta hérna aðeins fyrr. Já, þeir voru Þannig að þá voru við Íslandsmeistarar. Þú var skítrættur við þessa veiru. Við fórum sko tvisvarsinnum í sótkví í 3 vikur, hvort geti. Já. Við fórum tvisvar. Og þetta var magna ár þetta COVID ár. Já, maður er búin að gleyma þessu sem betur fer sko. Og það var líka svo sko að því það máttur ekki æfa, áttur að æfa. Og það var allir að stelast, allir, það var öll lið og allir að njósnum alla. Ég eldi með eitt blikamann sem var að njósnum okkur sko, í hádeginu sinni sko. Ég kerði það eftir og ég náði hann bara ekki. Þannig að það var skrítið ár. Já, ég trúi því. Mjög skrítið. Já. En árangur er fínn, en eins og þú segir bara, þú nenntir ekki vera meðþjálfari lengur. Nei, ég vildi ekki minnst vera og þegar þessi fundur var þá, og ég tilkynnti þeim þetta, þá var það allt í lagi en þeir báðum að hvort ég geti beðið í 1 viku þeir ætla aðeins að skoða málið og ekki segja neinu frá þessu og ég hélt það alveg en þetta var endurinn. Já, klart. Skemmtilegt og minnst það sko með njóstindar í COVID af því að nú getum við hort tilbaka og sko kannski aðeins baku tjöldi hvernig kaupin gerast á Eyrinni. Mér langaði að spyrja það út í mitt, þú hafðir aðeins orðaði áðan með sem sagt, að nálgast leikmenn áður en sem sagt þeir eru út á samningi eða áður en þessi 6 mánaða frestur sem það hefur til þess að mega að tala við á. Sko, hvernig er lenskan í íslenskum fótbolta? Nú getur þú sagt það sem að... Já, ég engu að leina þar. Nei. Ég get alveg viðurkennt það. Ég hef oft talað með menn sem er með samning. Já. Og stundum fær maður að heyra það utan frá sér að einhver hafi áhuga að koma í liðið hjá manni. Og þá fer maður bara og hlerar það og tala við pappan eða einhvern vin eða lætur einhvern tala við hann fyrir sig og stundur hringi ég á sjálfur bara beint þannig að það, ég held að sé allur gangur á því og ég held að þótt að sé bannað annað þá gerist þetta svona bakið þó menn vil ekki segja það.
Þú ert ekki að hringja í þjálfara viðkomandi liðs eða stjórnina og segja, má ég tala við henni? Nei, það er náttúrulega lætur maður bara yfirmann knattspyrnumál að gera. Já, en þú veist, og þetta viðtekið venja eða hvað? Þetta eitthvað sem að... Ég held að menn geri þetta. Ég get ekki ímyndað mér það annað. Ég trú ekki, ég held að það hljóta að vera. Ég gerði það, sko. Eða gerði það. Já, mjög gott. Við erum komnir að endur komin til FH 2021 til 2022 þarna. Og sko tekum við FH liðin á miðju tímabili og þeir endi í 7. sæti með 33 stig eftir 22 leiki. Bara sama á endu, þegar hann tók við 7. sæti. Já, sko þú varst heil lengi að velta fyrir hvort þú ættir að taka við liðinu eða ekki, eða hvað? Eftir tímabilið 21. Já, ég var það og já, ég var reyndar búinn að ákveða taka ekki. Já. En einhverju þetta vegna þá endaði það svo leis að ég tók þá og ég Er það auðvitað að samferða þig? Nei, það var nú þannig, ég var eiginlega komið með annar lið en það stóð ekki það sem það sagði. Hvað lið var það? Það var lið hérna á Stóra-Gjósvöðin. Hvað segirðu? Stóra-Gjósvöðin. Þú talaði viljandi ekki mækir hann það. Nei. Stóra-Gjósvöðin. Það sem flugmæri var að tala um það, sko. Þannig var það nú, en alveg sama við fórum þangað við Bjössi og ég segi fyrir mitt leyti þegar ég hef nú aðeins hugsað tilbaka og farið svona yfir þetta allt saman, allar þessar samningaviðræður sem ég átti við og það að ég skil ekki ennþá af hverju ég sagði já við þá. Ég skil ekki heldur af hverju þeir voru að tala við mig. Nei, eða þeir höfðu ekki áhugað þér? Ég held að þeir hafa ekki haft áhuga á mér og ég held að ég hafa ekki haft áhuga á þeim. Nei. Eða mér svona eftir á að hyggja þá fannst mér þeir aldrei hafa vilja að fá mig. Ég veit eiginlega ekki af hverju, það voru einhver kannski sem vildi fá mig en ég sagði fleiri sem vildi ekki fá mig. Nei. Þannig mér fannst þetta svona þegar ég horfa á þetta eftir ég fattaði þetta ekki með ég var að þjálfa þarna, ég fann það ekki þá en eftir á að hyggja þá fannst mér það helvíti eitthvað fékk ekki þann stuðning sem ég hafði átt að fá og hélt ég væri að fá þarna. Mér fannst það bara mjög erfitt. Er eitt sem ég ætla að spyrja Óla út í sem að tengist ekki Óla af því að vonandi fáum við Óla aftur af því að núna hefur hann nægan tíma þegar hann er ekki að smíða. Bæði við mig vantar smá hjálp heima. Nei. Þarna bara við erum að tala um FH almennt að láta Heimi Guðjóns núna fara. Búin að skila þeim solid top 6 3 tímabil. Skilur þessi ákvörðun hjá FH? Eða eru þeir að gera sömu mistök og þeir leta fara 2017, sorry. Já, ég held að þetta sé algjört bull. Ég sko ég skil þessi ákvörðun ekki. Enga veginn. Nei, er ekki að gera gott starf? Jú, frábært. Eins og hann er alltaf gert. Og það er allir ánægði með hann, fólki er ánægði með hann og leikmenn er ánægði með hann, ég bara Þú sér ekki vandamálið? Nei, en það og mér fannst áhugavert viðtalið við nýja þjálfan hjá hérna FH, mér fannst það náttúrulega Jókala, mér fannst það náttúrulega mjög skrautlegt og sérkennilegt. Já, eitthvað sérstætt? Já, hann fór í þessa mögnuðu tölvu og taldi allt upp sem FH gerði illa. Possession og XG og allan anskotan. Já. Þannig að mér fannst hann eiginlega hafa drullað yfir alla fyrirverandi þjálfur FH. Mér fannst það með ólíkindum. Já. En það verður auðvelt að taka þetta viðtal á næsta árið og bera það sama við nýjustu tölur. Já, einmitt, það mun koma í ljós. Við erum í 22 með langa, þetta er bara gott undarskot hjá mér held ég. Eftir 9 leiki voru FH í 9. sæti með 8 stig og voru vissulega búin að spila í Víking, Breiðablik og KA sem endaði 3 sætunum og á útivelli. Gera svo jafntefli leikni 2-2 heimavelli þar sem þeir jafna í blá lokin mann til þessu leik. Sko atburðarásin sem gerist þarna eftir leik. Þú ert þarna stattur í klefanum og já, take it away sko. Hvað gerist þá eftir það?
Já, ég var inn í þjálfarherberginu og þá koma þar 3 jakkaklæddir menn og bara einfaldlega ráku mig. Já. Og það var svolítið gaman að því að Valdi formaður og hann var Valdi formaður og hann var Davíð Þór og Gunni Beinteins mannustjóri Landsspítalans held ég þá á þeim tíma. Þannig að þeir komu bara og ráku mig þarna á staðnum og Valdi talaði fyrir þá og svo þegar hann var búin að tala í einhverja mínútu þá segi Valdi, ert að reyna að segja mér það þú sitt að reyka okkur? Því hann gæti ekki koma orðum að því og þá sagði hann það. En var hann bara að fara með einhverja romsu þá undan? Eða? Já, hann gæti ekki sagt þetta beint út. Nei. En jú, og þannig fór það bara, við vorum reknir og svo sagði ég við Bjössi, nú fyrir við heim og fáum bjór. Já, fáum eitt kalda. Og svo settist hann heim og þá sé Bjössi, sko, var ég rekin líka? Þannig þetta var mér, sko, eitt að reka mig, það bara eins og það og það ég meina, ef að menn óanægð með þín störf, þá bara og ég hef ekkert rósátt við það að reykja mig, það bara ákveður sem tekin og þú veist að þú ert í þessu starfi og náttúrulega hvað starfi með, þið getur verið sagt upp af því það einhverjir menn sem telja þið ekki sinna þínu starfi, það lítur út af því og allt í lagi, það bara þannig en mér fannst bara hvernig þeir gerðu það og tímasetningin og mér fannst það bara mér fannst ekki eiga skilið. Nei, bara hjartalega sammála og maður velti fyrir sig líka gat þetta ekki beðið til morguns? Ég er að meina það sko, þeir sko gátu þeir ekki bara hringt í mig daginn eftir og beðum að koma að hitta sig. Já. Mér fannst allt við þetta vera svona brjálæðislegt. En þessi 3 jakkafata klæddu menn mæta þarna og tilkynna þetta en í bókinni kemur fram, ég veit alveg hver stóð fyrir því að reka mig, það er bara einn maður sem tekur ákvörðun F og hann tók þessa ákvörðun. Hér áttu líklega við Jón Rúnar Halldórsson, eða hvað? Ég veit það nú ekki. Nei, það þarf ekki að vera. Já, ég veit hver rak mig, það duða mér. Já, vel svarað. Við erum komin að síðasta stoppinu í Val. Já. Og það er í boði Sjöstrand. Já, þetta er síðasti liður fyrir rittara nema ég með eina lúmska og óla í lokin og ef hann er með hana þá verður það geðveikt, sko. Já. En Sjöstrand kaffivélin. Já. Glæsileg. Ég harða pakkan. Smiðið drekka svona 30 kaffibólla á dag, sko. Það er svoleiðis. Ég held það, já. Ég er ekki smiðið sjálfur. Þú er fyrir óla því. Já. En við erum auðvitað með heslinhet og kardimómubrauðin núna fyrir jólin, þannig að það er gaman að smakka það. Þessi klassísku brauð eru líka ekki síri og svo erum við með blöss. Já. Gjafir undir kottan og aðfangadagskvöld. Hvernig hljóma það? Já, hljóma vel. Já. Lauma einu eggi undir kottan. Já, vera góð við konuna. Verið góð við konuna ykkar. Sko... Við erum komin í Val, 22. Við erum komin í Val og... Má ég spyrja einu, sorry, að þá getur færið spurningar. Af því að nú erum við búin að tala um FH, við erum búin að tala um Val, það er eitthvað mýtað að endurkomur virka aldrei. Erum við samanlega þeirri nálgun? Nei, ég er ekki samanlega því. Nei? Nei, alls ekki. Ég kom ekki aftur FH 2003. Heldur betur, jú. En það er oft talað um þetta. Já, sko, það sem er náttúrulega í þessu er þannig að þegar þú tekur við liði á miðju ári á hverju er skiptum þjálfara? Já. Ég hef tekið við liði tvísvar held ég frekar en þrísvar svona og ég hef alltaf sagt ég man alltaf því þannig að þetta var alls tíðanbíl sem tala þegar ég kom inn í klef og ég segi á hverju held ekki ég sé þetta? Það er að þið eru í vissinni. Já. Þið eru að gera eitthvað rán. Ég er ekki að gera neitt rán. Ég var að mæta eitthvað. Ég var að mæta eitthvað. Þannig það er eitthvað að hjá ykkur. Og ég í sjálf sem get ekki breytt í, þið verður breytt að sjálfur. Þannig að þú ert alltaf þú tekur við, þá ert alltaf að fara inn í eitthvað sem að virkar ekki. Nánast ekki. Og í held ég örugglega í flestum tilfellum virkar aldrei. Og í miðju tíðanbili ekkert prísísson, bara leikur á morgun. Já.
Bara halda áfram með það sem var lagt upp. Það það ekki gengur einhvern next tíma og svo fer allt til helvítis eftir smá tíma. Þannig ég held að það sé ég held að það gangi ekki upp og ég held að ég ráleg flestum þjálfurum að taka ekki við á miðjutímabili. Nei, ég held að það sé alltaf vissin. Má ég spyrja þig bara, við erum að tala um FH og Val, við erum að afgreiða þetta mjög snögglega þessar endurkomur, sérðu eftir því að hafa haldið áfram með FH og hafa tekið Val 22? Nei, ég sé nú ekki eftir því, ekki þannig, mér finnst það ekki, ég ætlaði ekki að, eins og því ég tók við Val hérna, það var ekki í plönum hjá mér. Nei. Og mér leiði vel, ég var hættur að þjálfa var bara, og ég var búin að neita þjálfun nokkrum félögum þarna eftir tímabilin þar á undan, að ég var hættur að þjálfa. Og það var svo magnað. Eins og oft áður, og það var svo magnað að Val var spilt í Vestmanni. Já. Heimir að þjálfa liði. Já, og ég fór í hjólatúr. Ég og kona vorum með hjólum í Reykjavík, vorum með ramashjólum í Reykjavík og svo dingla og við erum að fara að hjóla heim og ég segi ég ætla að koma við inn í Val og hjólinn í Val fer inn í fjós. Þá verður sína leikinn. Vestmanni að Valur út í Eyjum og þá og það var eitthvað vissin og greinilega. Það satt fullt af fólki, þessi gamlu hundar hafða skemmtilegu gamlu leikmennir og þeir sem eru þar og þessi Óli, þetta gengur ekki, þú verður að koma þú verður komið á morgun þegar það bara gerðist það var því að Óli, þú verður að taka við það var vegna þess að svo bara hjóla ég heim og ekkert og svo á morgun það var hringt í mig nú var að koma hitt okkur, þetta gengur ekki lengur og það var svona kannski meira greiða sem ég heldur en hitt og ég hringdi í Heimir og talaði við hann sama, eins og Heimir gerði á sínum tíma þegar hann tók við Val þá hringdi hann í mig og ég hringdi hann og þannig að það var alveg heiðalegt allt þar á milli Mér langar eitt árinu kveðum Val og Heimir talaði þetta ég veit alveg okkur bara fyrir ekki svo löngu Valur étur sig alltaf innanfrá og nefndi því samingi brottrekstur og Túfa, kveðurnar og Sigga Lár og fleira Arnar Svein það er enda rittarspurningu eftir sem er alveg skemmtileg en ertu sammála þessari staðhæfingu? Já, á mörguleyti er það Valur er stórt félag og ég held að eins og núna hjá Val nú þarf Valur að heldur betur standa saman og sérstaklega þeir sem að stjórna Val og þeir sem eru fólki sem heldur Val og eru í kringum Val nú þurfa þeir að gera sér brók og standa saman þetta er nánast þessi vill ekki þjálfa þessi vill ekki svona, hinn vill spila þetta þeir geta sjálf senur Börkur auðvitað farin í KSÍ er það eða bara, hvernig var samskiptin við Börk? Þau voru geggjuð Börkur var heiðarlegur allan tíman og er það og frábært drengur og bara það var geggjað að vera með honum Er þetta mikill missir fyrir klúbbin? Já, algjörlega ég held að það sé munun og árangur klúbbsins, það er Börkur Já, heldur betur Við það unnið svakalega og gert starf hérna lengi Já, vá við erum þá bara komnir í nokkrar hraðar fyrir riddarspurningarnar Ok, má ekki koma með minnlið núna? Jú, gjörðu svo vel Óli, top of your mind bestu 11 sem þú þjálfað Óundirbúið svo ég tekja það fram Þetta er ekkert grín, þetta er á punktum Ég skal segja þetta Með grunaði þetta besti markmann sem ég þjálfa það er Hannes tímarlust Þú spila 4-3 Birkir Már Sævarsson geggjaður bakvörður Bjarni Ólafur vinstri bakvörður Tommy Nielsen hver er annar Hassend Eiður Aron geggjaður
miðjumenn ég myndi sko í dag myndi ég alltaf velja Hauk Pál fram yfir Heimi en mjög ólíkir leikmenn en í sama hlutverki ég bara það sem mér finnst með Hauk Pál því að Hauk Pál var mjög viltur þegar ég tóku val og ég náði að stilla mjög vel að þannig hann er ég myndi setja hann sem aftast miðjumann. Ok. Og með hann á miðinni? Það er góð spurning. Ég veit nú hafa það íslenska. Hvað er Björn Daniel ást? Bjössi, ég þjálfa aldrei Bjössa fyrir bara á sínum síðustu árum. Okay. Þetta er stutta tíma hann og þá var hann meiddur. Mjög sérstætt. Nei, ég myndi taka með mér miðjumenn. Hver er að taka með mér sem miðjumenn? Davíð og Viðarsson? Já, Davíð var svona afturlíkjandi miðjumaður. Ok, skal við með 2 Davíð. Og Davíð var einhver bestu liðsmaður sem ég veit Já. Hann var ekkert sérstakur fótboltamaður. En hann var þvílíkur liðsmaður og þú gast aldrei sagt að hann hafi ekki lagt sig 100% í allt sem hann gerði. En hann var ekki sérstakur fótboltamaður. En sko þú þarft að búa til lið úr og hann var alltaf leiðtogi í sínu liði og geggjaði fyrir FH og geggjaði það sem hann spilaði. Já. Ég með þess að valda hann í landstofi hjá mér á sínum tíma þegar ég var þar. Þannig ég skal setja hann líka, þá 2. Já. Kitty Freyr, hann stóð sér feikna vel með mér. Já. Það var í val. Framlínumenn. Já. Ég sitt Patrik alltaf í þóttuð. Þetta er svona, þetta var Allan Borgart geggjaði líka. En þetta er það sem er svona nýjast, maður man það mest. Einmitt. Mér fannst hann Patrikur náttúrulega geggjaður. Kantarar. Mér fannst Jónatan Ingi hrikalega góður hjá mér í FH. Hann fór reyndar út þarna þegar að nánast áramóti byrjaði og mér fannst hann góður í val. Þannig að mér fannst hann geggjaði vinstra megin, hinum megin. Það verði einhvern sem var í gamla liðinu hjá mér. Þegar mér vantar bara einn mann og ég finna hann ekki. Já, það er að skoða ganga. Já, það er... Ég tek Óla Palla. Já, Óla Páll Snorrason. Já, fyrst og fremst vegna þess að hann var geggjaður að fara framhjálmannum og geggjaði sendinga fyrir markið bæði með hann. Já, svo er einstaklega glæsilegur líka, hlustum til að googla hann. Glæsilegur maður. Er hann ekki eigandi... Hann er náttúrulega bara... Er hann ekki eigandi liðs í Englandi? Jú, Burton Albion, heldur betur. Ég er að segja til að koma til starf hjá hann. Besta lið sem hún þjálfaði er 1 season. Eða þá meina ég bara lið á hverju seasoni. Hvað var besta lið sem Óli Jó þjálfaði? Já, sko FH-liðið 2005 var geggjalið og það sko það var svo margir góða leikmaðar og það var svo gott tempo á öllum æfingum. Ég man alltaf eftir þessu ári sko, þetta var geggjað ár. Þannig ég held ég verð að velja það ár. FH 2005. Besti leikmaður sem þú þjálfaðir? Já, það er góð spurning. Já, takk. Það er góð spurning, já. Eru nokkrir? Já, það eru nokkuð margir með þessu. Og það er mjög erfitt að gera upp á milli mannana. Ég ætla bara að leyfa því að dingla. Leyfa að dingla, erfiðasti leikmaður sem þú þjálfaðir? Þeir eru nokkur í líka. Já. Og ekki segja. Já, þeir eru nokkur. Það er stóðið. Það var einn fíl sem ég ekki talaði sem var náttúrulega með ólíkinu skemmtilegur og það var hann Óli Kalli. Já, Ólafur Karl Finnsson. Já, það er náttúrulega einhver mestu snillingur sem einna mestu snillingur sem ég þjálfaði. Og
átti það saman með hinum að hann var náttúrulega geggjaður í fótbolta Já. og uppáttakja saman sko, í meira lagi. Þannig að ég glemdi að nefna hann, ég vil nefna hann var einn af þessum gæði sem að... Er erfiður? Nei, hann var alls ekki erfið, en svona fór oft út úr myndinni, sko, sem að það er gæði sem ég elska. Já. En ég ætla að segja sama með þennan eins og eina, ég get ekki valið. Að þú nefnir Óla Kalla og við nefnum Viktor Unnar áðan og fleiri skemmtilega, sko, svona gæjar, er hægt að vera skemmtilegur ef þú hefur ekki efnað í knattspyrnulega, ef þú ert ekki með gæðin til að bakka það upp? Góð spurning. Já, ég held það. Ég í hóp skemmtilegur maður, alltaf skemmtilegur. Já. Og hann lífgar alltaf upp á hóp, alveg sama þó hann geti kannski ekki í fótbolta, en þú veist að skemmtilegir menn er alltaf skemmtilegir og þú vilt hafa þá í kringu því. Hverju ertu stoltastur af? Ég er náttúrulega bara stoltur af sjálfum mér. Ég bara, já, og ég náttúrulega er líka það sem að situr eftir svona feril er náttúrulega allt fólki sem að ég hef unnið með og fólki sem að hefur verið í kringum mig og aðdáendur hana. Þetta er náttúrulega ógleymanlegur hópur og ég hef náttúrulega kynnst óhef mikið af mönnum, ekki bara leikmönnum, heldur líka fólki sem er að fylgjast með og blaðamönnum og áhorfendum og ég held að það svona skilji mest eftir í þessu. Mér finnst þessi auðvitað alltaf gaman að vinna en það er ekki þessi skilji mest eftir finnst mér. Ég hitti miklu skemmtilega allt fólkið. Já. Ég fer út á götu og ég hitti alltaf einhverja sem hafa verið annarkvort mótherjar, samherjar og þannig að maður getur alltaf tekið spjall og þetta eru bestu stundirnar, sko. Já, geðvægt. Sætasti titillinn? Það er náttúrulega titillinn 2004. Já, trú því. Hvaða lið styður Óli Jó í dag? Já, þetta er Árið 2025? Þetta er góð spurning, sko. Ég er náttúrulega þessi lið sem ég þjálfa, ég er náttúrulega að hugsa lítið þeirra, bæði Vals og FH og Hauka líka. Þetta er svona þau lið sem ég hugsa að hlýjast til og þetta er þau lið. Þetta er þau lið sem eru næst mér og síðasta frá mér áður að leiða fyrir riddara og kaldastriði. Við erum í kaldastriði líka. Við erum að ná að spanna 44 árum á undir 3 tímum. Mér finnst það bara mjög vel gert hjá okkur. Erfiðasti þjálfari að mæta taktískt á ferlinum? Mér fannst þessi ár þarna þegar við vorum að spila Val, þegar við viljum að Val. Já. Það voru mjög skemmtilega ár og hann var í 4-5 ekki? Já, hann var alltaf 4-5 og ég var svo ánægður með það alltaf. Mér fannst alltaf svo gott að spila á móti 4-5. Yfirmannar á miðinni? Já, og lagði alltaf mikla áherslu á það að láta sko boltan rúlla vel og fá mennin út á vængjunum til að hlaupa inn á hjá honum og þreyta þá og þeir myndi ekki nenna því alltaf og svona þetta, mér fannst það svona skemmtileg pæling og við svona börnumst þarna í einhver ár sko voru þá með bestu liðin. Já, klart. Skemmtilegt. Við erum komin í riddarspurningarnar í bland við almennar. Sem eru, að því að Óli hlustar ekki, það er aðsendarspurningar. Já, fáum sér aðsend frá riddarum sem að hlusta á þáttinn. Og þetta er búið lengjurar sem að styður auðvitað við Íslands íþróttalíf. Ég er ofnið kalda hérna fyrir Óla. Já, svo er heljarstór pottur í enska boltanum helgina. Svo hann tala nú eitthvað af sér inn í kvöld. Hann er búin að vera svo stiltur Nei, við skömmumst okkur ekki neitt fyrir lengtir á þessum þætti. Hann var alltaf að fara að vera langur. Þetta grínast. Ég sagði líka að leifa á hann komið. Ég sagði bara, þessi hver að fara að fara yfir 40 ár. Já, þetta mun taka tíma. Subway á dögunum opnaði nýja stað í hinni sko margrómuðu matvöll í Smáralind. Það er bara, ég vissi að þú myndir tala hann upp og gera það í síðanst að þetta er duglega en ég hef ekki heyrt annað en hún sé æðisleg. Hún er geggjuð. En Subway ber auðvitað af þar sem og víðar. Auðvitað flottast er á Hringbrautinni og á fleiri stöðum en svo erum við David Jones, piparkókurnar. Það er verið hotlar í ár. Já. Það er gingerbread dölnar, þær eru mættar. Ásamt candy cane dölnum. Sælas. Það er svona mynd út af það er ekki mitt. Ég meina í súra, sæta, mögulega netusmjörinu sko. Þetta er allt gott samt en
En ég hveti Óli til að var bara smakka slegið þetta. munni við það, sko. Já. Óli, hefur smakkað dölda frá David Jones? Heldur betur. Það? Nei. Ég hef bara takk rátt í auglýsingunni. Já, ánægður vel með gert. því, vel gert. Já. Arnar Hjaltesteð, hann á fyrstu spurninguna og spyr hvor átti loka orðið á sínum tíma í Stjörnunni? Þú er Rúnar. Það er sagast eða frá því. Það tekur tíma. Já, við höfum tíma. Við erum við að flýta okkur neitt, sko. Það var oft þannig að við vorum búin að ákveða að spila svona. Svo Rúna var nú ofta að breyta á síðustu stundu og svona. Og svo þegar liðið hljóp út að hitta upp, þá hljóp ég alltaf eftir þeim og sagði hvernig þetta spila. Þetta var mjög sérstætt og ég held að væri gaman að heyra hvað einhverju leikmi segja þetta. Já. Þannig var það, þannig að ég hljóp oft út ef ég var ekki alveg sáttur við allt sem hann sagði. Já, bætti við. Og bætti þessi. Orri Sigurður spyr. Þetta er leikmaður. Já, gaman að fá frá honum. Hvernig ætli þið Bjössi að gera eitthvað eða podcast? Það væri podcast. Það er eftirspurn. Það er heldur betur í vinslu og það kemur tilkynning um það. Í alvörunni? Nei, ok. Hann er fyrir að grillja. Já, látum við þetta dingla. Hólmar Bjarki, hann á næstu. Hvar var skemmtilegast að þjálfa og af hverju var það hjá Einherja? Var það litasjónvarpið sem velti því vali yfir línuna? Nei, það í sjálf sér var gaman að þjálfa öllum stöðum sem ég var á. Og mér fannst það bara... Það var náttúrulega fyrsta þjálfarastarfi sem ég fór í Vopnafjörð og ég var náttúrulega sko uppfullur af hugmyndum og hugmyndafræði. Alveg svolítið svaf ekki mér hlakka svo til að fara að þjálfa og á þeim tímum þá gastu aldrei verið með sömu æfinguna tvisvar sko á mánuði sko, þú ert alltaf með nýja æfingu á hverjum degi og í dag er það ekki svolítið, þannig að það var fyrstu árin í þjálfunum voru mjög skemmtileg. Já. Hvað finnst þér íslensku fótbolti gera vel og hvað þarf að bæta? Já, góð spurning sko. eins og við sjáum bara í íslenska landsliði þá er náttúrulega mikill skortur á alvöru varnarmönnum og það ég held að það sé stærsta vandamálið í þessum ef við hugsum alheimsfótbolta sem sé landslið það þarf að bæta varnarleikin en við eigum haug af mjög góðum framlínumönnum og miðmönnum. Já. Nafnlaus riddari en góðun þáttarinn síðan framt. Hvað ráð myndir þú gefa ungum þjálfurum? Hvað ráð myndir þú gefa ungum þjálfurum? Það er það sem skiptir mestu máli í þessari þjálfurinn, það er að þú sért heiðarlegur og þú ljúgir ekki. Nei. Þá ertu á mjög góðum stað. Heimir Guðjónsson næstu, hann spyr á Arnar Sveinn að grjóthalda kjafti. Ekki spurning. Ég hef oft hugsað þetta og mér finnst þetta frábært hjá hann. Aron Pálmarsson, hann á næstu. Besti markmaður sem þú þjálfaðir sem var svo handboltamaður? Ég hef nú sagt Aron Pálmarsson sem er náttúrulega fremsti handboltamaður sem við höfum átt og jafnvel í heiminum og frábæra feril, en ég hef alltaf sagt að við hittan ef þú hefur hlustað á mig, þá eru sennilega markinu ennþá hjá Arsenal. Meinar það? Meinar það? Ég meina það. Ég man bara þegar ég var að þjálfa F-liðið, ég held að hann hafi verið í 3. flokki, mér vantaði markmann á æfinguna og hann kom á æfingu og ég hef aldrei séð hann aðeins sko. Og ég sagði bara, byrju, hver er þessi maður? Hann var geggjaður og ég líði ekki ef hann hefði valið fótbolta þá var hann í marki hjá toppliði. Þetta er bara sama saga og Hákoni Rafni Valdimarsinni. Hann ætla bara fer úr handboltamarkinu í 3. flokki og er bara mætt til Brentford í dag. Já, ég er 100% klár því Aron er náttúrulega engin smá íþróttamaður. Þú heyrir það, Aron? Já, ég minna alltaf reglulega. Aron Eli á næstu. Er hægt að fá sirka hvað átt marga golfbolta? Því hann safnaði þeim, sko. Já, ég get sagt hann það. Þessa stundin á ég sennilega
6.000. Nei, Það er hobby hjá mér að safna golfbóltum. sæll. Það væri gaman að sjá bara mynda af þessu safni. Já, Þetta hlýtur að vera heilt bílskúr bara. Já, þetta er náttúrulega bílskúri hjá mér er 70 fermetrar. Látum okkur sjá Leifur Þorsteinsson á næstu. Sko, þú hafðir orðað í þegar þú kveði val í hinsta sinn að þú hafði fengið fyrirspurn frá KR. Hversu langt fóru þær viðræður? Hversu nálægt því varst að taka við sögufræðasta liði landsins? Sko, það er það eina sem að ég á erfitt með að setja við að hafa ekki þjálfa KR. Ég hefði viljað að því það, sko, það er sérstætt andrúmsloft í KR og KR er einn af þessu stóru klúbbum, þannig ég hefði viljað að fá það tækifæri. Ég fekk það tækifæri en það kom svolítið seint. Það var maður tengdur KR sem spurði maður hvort ég hefði áhuga að þjálfa KR. Kernesteð? Það var maður tengdur KR sem spurði maður því. Og ég talaði kannski við hann í 2 mínútur en ég sagði hann ég hefði ekki áhuga, ég væri hættur þessu. Ég hefði þetta fá þetta fyrir á ferlinu þá að það verið gaman. Sissó Jóns spyr hvernig er golfið og er búið að mála gluggana í húsinu þínu? Nei, hann lofaði að gera það fyrir ekki neitt þannig að það er ekki búið að því þannig að er lítið að gera hjá hann núna. En golf gengur vel. Já, það er ákall. Það þarf að kenna mig golf líka kannski. Joffi Fannar spyr hvaða tölfræði fer mest í töðnar á þér? XG. Hann á fleiri áttu góða sögu af Gunnar Jóns í Skallagrimi? Gunni var nú hægvaskur og rólegur maður en hann var einn besti leikmaður Skallagrims á þeim ári sem ég var þar. Ég man nú svo sem ekki neinum svona glæpsamlegum sögum af honum. Nei, ekkert sem þólið þetta. Hann vill einnig koma á framfæri hrósi fyrir frábæra bók. Já. Takk fyrir það. Og þá kom að kalda stríðinu í boði Frumeri og Kemi. Þetta er loka leiðurinn. Já, þetta er svo allra seinasti. Já. Frumeri, sko, við höfum komið inn á þetta áður. Ástandsskoðun, góða. Já. Við spurum Þorvald hvernig þetta næsta fyrir Bentley inn í skoðun. Já. 2 ár. 2 ár, hann var með það á kristalltæru. 2 ár. En ég er þetta haldið að það verður svona 8 ári það. Þetta væri það nýtt. Maður verið að halda það, sko. Nei, Bentley þurfa vist að fara í skoðun eins og það er Frumeri geta sagt ykkur það Það skiptir ekki valið hvað þú átt Bentley eða Yaris, þú átt að fara í skoðun. Já, það er bara nákvæmlega þannig hjá Frumeri og svo er það Kemi og ef við ekki að velja vöru vikunar. Já, en svo reyndar frétt í dag. Já. Metár hjá Kemi. Hún kom þér í opna skjöldu, þú var svo hissa á þessu. Já, ég var rosa hissa. Að Hemmi Kemi hefði verið að kukka. Já, þetta er ótrúlega. 0 óvart. Nei, við höfum þetta einfalt í dag, það er dekkjarhreinsurinn, 1 líters. Já. Ég ætla ekki eins og að minnast að verða á hann, það skiptir einhver máli, gæðin eru bara þannig. Það verður að gefa þetta. En kaldastíði, Birki, ég ætla að lefa þér að loka orðið. Já. Aldrei að vita nema ég hlaupa á eftir honum á eftir og kom einu að. Patrik Pedersen eða Alan Borgvart? Patrik. Skrýtnasta þjálfaragigg sem þeir eru verið búið á ferlinum? Kvennalandsliði. Já, það var áhugið 0 þar. Nei, það var 100% áhugið. En þegar ég kom heim til mín og sagði að kona mér hefði búið að þjálfa kvennalandslið þá sagði hann, gleymdu því þú er ekki þolinmæði það. Hver er fórgjöfin í dag? Hún er 13. Það er gott. Það er helviti gott. Ertu hættur að þjálfa? Já. Staðfest? Staðfest. Hvenær þáttu næsta hann býrið inn í skoðun? Það er í júní. Júní, wow, styttist. Kaldi á dælu, dós eða flösku? Dælu. Núllari, light eða klassískur? Klassískur. Uppáhalds golfvöllur á Spáni og Íslandi? Góð. Keilir ég spila mest á Keili þar sem ég það er klúbur minn og ég spila mikið í Borgarnesi. Það eru þeir svona 2 klúbar sem eru skemmtilegastir. Á Spáni er ég... Hvað mælirðu með? Fair Play er mjög skemmtilegur. Já. Ég spila hann svolítið, hann er... Það er allir golfvellir eins og úr hittabrautina. FH 2005 eða Vara 2017, hvort liði vinnur? Það er leið sem að ég myndi stjórna.
Kaplakriki að Hlíðarendi? Heyrðu, ég vel Kaplakrika. Jón Rúnar eða Börkur? Börkur. Íslamestari eða bikarmestari til? Íslandsmeistari. Heimaleikur í Krikanum Under the Lights eða 18 hólur á Spáni? Í dag tæki ég 18 hólunar en fyrir nokkrum árum hefði ég tekið Kaplakrika. Já. Ég bara pæli að kalla þetta gott. Þetta búið að vera geðvikt. Mikið þetta búið að vera skemmtilegt. En kannski eitt sem við ekki komið að, það Teiti á miðvikudaginn. Í golfklúbbi Teilis. Já, á miðvikudaginn. Já, miðvikudaginn klukkan 5. Þá verð ég að áreita bókina. Já, með pennan á lofti. Pennan á lofti og ég hvet alla til að koma. Já. Það bara opið hús og þar verður haugur af íþróttamönnum af öllum kynum og stærðum og það verður gaman að röfla þar. Já, Ólafur Jóhannesson, takk fyrir frábært kvöld og takk hérlega fyrir komuna og til hamingju aftur með bókina. Allir hlustendur að næla sér þessa bók. Takk fyrir hérlega. Já, takk fyrir þetta var geggjað. Sömuleiðis, takk. Og ég trúi ekki öðru en þeir sem að séu að hlusta á þetta eftir að hlusta á það til enda, næli sér í eintak og farið aðeins á dýftina. Við reyndum nú að fara á dýftina en að vera með bókina líka gefur þessu yfir jólin, glæsilegt. Takk.